Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Þau eru sest hérna hjá okkur formenn allra þeirra flokka, 8, sem hafa komist inn á þing í gær og í nótt. Velkomin öll sömul. Við ætlum aðeins að fara fyrst yfir niðurstöður kosninganna. Já, ég ætlum að verða að kíkja á þetta. Tölurnar voru nú ekki komnar fram fyrir endanlega tölur fyrir í morgun. Það gekk sennilega að telja í Suðvesturkjördæmi og Norðvesturkjördæmi. En niðurstöðurnar eru sem sagt þær að Flokkur flokksins vinnur glæsilegan sigur, fer með 4 menn inn á þing, næstum 7% fylgi. Framsóknarflokkurinn náði upp í næstum 11, 10,71 með 8 menn. Miðflokkur hann er aðeins hærri en Framsóknarflokkurinn, samt með 7 þingmenn. Síðan koma Píratar sem tapa nokkuð, tapa 4 þingmennum, eru með 6 þingmenn, Samfylkingin bætir við sig 4 og er með 7 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn er með 16 þingmenn, tapar 5, Vinstri græn bæta við sig 1, þó ekki nema 1% stigi, og Viðreisn tapar 3 þingmennum. Þetta er nú svona, þetta er í grófum dráttum niðurstöðurnar og við erum hérna með sigurvegara og ég má segja tapara líka. Byrjum á þér, Bjarni. Þessi niðurstaða hjá ykkur, margir tala varnarsigur, en í svona sögulegu samhengi þetta nú ekki beint glæstur árangur. Hvernig metur þú stöðuna fyrir þinn flokk? Já, ég held að bara alltaf margir spekingar sem eru að spá í spilin, þeir eru búin að vera svo lengi á sviðinu að þeir eru staddir einhvers staðar í 1970 og Sjálfstæðisflokkurinn er í 40%. En í þeim veruleika sem ég er og hef verið núna síðustu 10 ár, þá er Sjálfstæðisflokkurinn verið á þessu bili 25–30%. Við erum stjórnarflokkur. Ég hef verið forsætisráðherra í þessari ríkisstjórn og setið í ríkisstjórn síðan 2013 og það er sótt að Sjálfstæðisflokknum sem þeim flokki sem ber ábyrgð á einhverju stöðu og ég held að megi segja að allir hinir flokkarnir, hver og einn einasti, sagði, það er Sjálfstæðisflokkur sem hefur borið ábyrgð á þessu, við ætlum að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Og í því ljósi, og í ljósi þess að við erum bara í gjörbreyttu landslægi, borið saman þennan gamla tíma sem alltaf er verið að vísa til svona samanburðar, þá er ég bara mjög glaður með það að við unnum sigur í öllum kjördæmum, við höfum fyrsta þingmann í öllum kjördæmum. Ég sé rosalega eftir þessu fólki sem ekki er að koma með okkur aftur inn á þing, Unni Brá og Teiti, Vilhjálmi, Valgerði og síðan mistum við líka Hildi úr Reykjavík. Þarna erum við með ungt fólk og reynslu meira, við erum með konur. Þannig ég sé rosalega eftir því fólki, en ég er samt sáttur við það að fá þá niðurstöðu í kosningum sem snúast það að afla fylgis að við erum afgerandi langstærsti flokkur. Katrín, við erum bara að segja svo hér, kosningasigurinn sem var búið að spá ykkur, hann bara varðaði ykkur, þið bætið við ykkur 1% og 1 þingmanni. Og þetta hljótar nú að vera dálítið mikil vonbrigði og líka það að bara hvar fór þetta út af sporinu hjá ykkur? Já og nei, sko. Já og nei. Auðvitað hefur verið frábært að fá 30% eins og í einhverju könnun, en hins vegar er þetta næst besti árangur minnar hreyfingar frá upphafi og við erum að bæta við okkur og ég er alveg sátt við þennan árangur af því að ég hef séð okkar fylgi í skoðanakönnunum fara úr 5% í 30% á skömmum tíma. Það hefur verið mikið flot oft í gegnum tíðina, en auðvitað hefði maður gjarnan viljað fá meira. Ég neita því ekkert. Hvað fór út á sporinu? Ég veit það ekki. Við vorum ekki með nein útspil eins og ég sagði í gær. Við vorum ekki með kosningabaráttu sem byggðist á neinu öðru en því að leggja okkar stefnu og gildi bara í dóm kjósenda. Já, svolítið mikið þig líka. Það var keypt dálítið mikið á þinni persónu. Ertu að segja að þetta fær út sporinu út af mér? Ég veit það ekki. Ég var það kannski ekki nóg. Hefðu þið kannski þurft að vera meira afgerandi? Það getur vel verið. Ég meina, sko, maður er nú aldrei góður að dæma þetta, en ég meina það var þetta mjög hart sótt að okkur og sótt mjög hart að minni persónu í svona neikvæðum árangri, þannig að kannski hefur það haft eitthvað að segja. Heldur að það hafi virkað og mikið talað skattakvötu, mikið sótt að ykkur út af fyrirhuguðum skattahækkunum? Já, ég hitti marga sem sagði, já, mér er nú mjög misboðið fyrir þessum auglýsingum, en það var samt gert að verkum að ég ætla að beina atkvæði mínu annað. Þannig að þú veist, ég meina það kann vel að vera, en þú veist, það eru þetta bara fabulósjónir líka. Ég er með fegin ég var laus við allar svona persónulegar árásir. Já, þú ert mjög heppinn. Það var gott að vera laus við Nei, ég meina, horfum bara á þetta eins og þetta er. Þetta var þetta bara heilmikið á ýmsa bóga, skiljiði. Og eftir því sem ég fylgdist með þessu sem ég kannski gerði nú ekkert sérstaklega nákvæmlega, þá beindist það bæði að okkur en líka hérna. Sigmundur. Svo þú fékkst að vera með í þessu. Sigmundur, það eru margir sem að telja Miðflokkinn vera einn af sigurvegurum þessa kosninga. Þú hlýtur að vera ánægður með ykkar lokaniðurstöðu. Ég er náttúrulega himinlifandi.
Fram að þessu var borgaraflokkurinn sá flokkur sem hafði fengið mest fylgi sem nýr flokkur. Þetta virðist vera sama fylgi. Ég þarf reyndar að fá aðeins nákvæmari tölur til þess að sjá hvort við höfum tekið metið. En hvað sem því líður að vera í þessari stöðu 10,9% sem nýr flokkur, ekki bara nýr, heldur glænýr, formlega stofnaður fyrir 3 vikum. Það náttúrulega aflótulegt. Maður bara ennþá að átta að sjá þessu og trúa þessu. En þetta hefði ekki verið hægt nema vegna þess að það kom saman alveg ótrúlegur hópur af fólki, ótrúlega öflugur hópur sem að framkvæmdi þetta á þessum skamma tíma. Sko, þú ert aðeins sýnist mér nokkurum prósentum hérna fyrir ofan Framsóknarflokkinn. Er það skemmtilegt? Já. En þú ert samt með færri þingmenn? Já, það er einhver geggja í því. Ég heldur reyndar að Samfylkingin sé líka með færri þingmenn en Framsókn. Það þurfa að vera ofar í fylgi. Já. En auðvitað það ánægilegt að vera fyrir ofan sem flesta. Já. Inga, þú hlýtur nú að teljast ásamt Sigmundi, kannski helsti sigurvegari kosninganna. Við héldum kannski að þú yrðir ekki þetta með okkur í dag, en þú ert hérna og ert að fara inn á þing með næstum 7% fylgi og fjóra þingmenn. Já, þetta er bara ótrúlegt og hérna ég get ekki annað sagt en ég er afskaplega auðmjúk og þakklát og ég segi nú eins og Sigmundur að án okkar góða fólks og allra þeirra sem hafa lagt hönd á plóg við að gera þetta að veruleika þá hefðum við ekki hefði ég ekki setið hér. Þess vegna segi ég bara ég er komin í partíið og hérna nú verður eitthvað gert, sko. Varstu hissa á þessu? Já, sko, miðað við skoðanakannanir, þær gáfu það ekkert í kynna, voru okkur ekki velviljaðar, náttúrulega, það var nokkuð ljóst, þannig að við bróstum nú venjulega, eins og ég segi, bjartsýn og brós bjarga deginum og hver tekur mark á þessum skoðanakönnunum, það er nú ekki alveg að gera sig og það hefur bara sýnt sig og sannað núna. Og alltaf margir sem töluðum að þín frammistaða í þessum síðasta leiðtogaumræðu þætti hefði svona verið óvenjuleg, tilfinningaþrungin og kannski talað inn í hjörtu margra. Þeir sem voru kvikindislegir sögðu að þú hefði grátið inn á þing. Já, og það er athyglinna virði, sko. Í rauninni þessi frammistaða sem rætt, hún var sannarlega ekki í takt við það sem ég hafði hugsað mér í þessum þætti. Ég ætlaði nú ekki að fara bara háskæla fyrir saman alla þjóðina, en einhvern veginn þegar mér fannst ég upplifa mig að allir voru að horfa eitthvað til framtíðar og allir voru að tala einhverja 4. iðnbyltingu og mér fannst enginn vera að tala í rauninni. Það er alltaf verið að reyna að segja okkur að reyna að læra að lifa í núinu og það er það sem minn draumur snýst það er að reyna að koma öllum þjóðfélagsþegnum í þá stöðu að búa hér í sátt og samlyndi og líða hér vel og lifa hér með reisn og þegar einhvern veginn vil ætla að fara að segja þetta þá bara festist þetta í mér einhvern veginn. Mér fannst þetta bara vera allt eitthvað svo dapurt, mér fannst allt eitthvað svo sorglegt og mér fannst enginn í rauninni vera að að koma að auga að vilja sjá raunveruleikann eins og hann blasir fyrir mér og svo allt og mörgum öðrum. En hér er ég komin og hvað sem ég grét miðin á þingi eða ekki, þá var það sennilega þess virði að þetta skildi fara svona gjörsamlega óböndunum sem það gerði og ég verð bara að segja mér þykir mjög miður ef að ég sett allt á annan endan hjá fólkinu okkar sem var að horfa á sjónvarpið. Þetta var ekki... Þú sittur náttúrulega alltaf á annan endan varðandi stjórnarmyndanir að þetta verður allt miklu flóknara eftir að þið eru komin inn. Það er kannski... Það er svo mikið svoleiðis, við í flokki fólksins, við erum svolítið skemmtilegir svona, já. Sigurður, það er líka talað ákveðin svona varnarsigur hjá Framsókn. Hann náttúrulega klofnar flokkurinn í baráttunni, en þið svona haldið ykkar, ertu sammála því? Er þetta sigur eða... Þetta er náttúrulega gríðarlega öflugur varnarsigur, bæði í ljósi þessara aðstæðna sem svona voru hér uppi, að það var fyrir formaður, stofna nýjan flokk, gengur vel og sækir auðvitað sömu mið. Og líka það að fyrir 2 vikum þá vorum við í könnunum eftir könnunum að mælast með 5,5 til 6%. Og niðurstaðan hver? Við endum 8 þingmenn, nákvæmlega eins og í fyrra. Núna erum við reyndar 3. stærsti þingflokkurinn, voru 4. síðast. Samheldinn hópur, en kannski það sem hefur verið svona mesta breytingin núna á Framsóknarflokknum á þessum 3 vikum, að nú flokkurinn alheill. Hann gengur samheldinn til allra verka. Ég hef ekki séð flokkinn minn svona glaðan og viljugan til verks, þannig að við erum að hefja vegferð sem ég hlakka til að taka þátt í. Og við höfum kannski ekki verið sterkari í dálítið langan tíma vegna ýmislegara atburða sem hafa verið að gerast á síðustu misserum. Þannig að ég er gríðarlega ánægður með þennan
öfluga varnarsögur, en ég er líka sammála því sem þið hefur sagt hérna að verkefni okkar stjórnmálamannanna að mynda starfhæfa ríkisstjórn, það hefur ekki orðið auðveldara við kosningarnar í nótt. Sigmundur sagði að varaformaðurinn væri nú eiginlega hálfpartinn í Miðflokknum. Já, ég held að þetta ekki að beina sér spurningu til mín. Við stjórnmálamenn getum alltaf haft það val hvernig við högum okkar orðum. Ég hef til að mynda valið það í lífinu að reyna að sameina fólk og sameina þjóðina, tala okkur upp, ekki vera með dylgjur eða eitthvað slíkt hvorki þá sem að keppa við atkvæði hérna með mér við borðið. Og ég voða glaður að ég og Framsóknarflokkurinn getum bara verið þar. Meinar þetta, Sigmundur, að hún sé svona, já, hálfu megin í Miðflokknum? Er eitthvað sem mistir út úr þér í svona hitta leiksins? Nei, ég meina, við höfum verið mjög á sömu línu pólitískt, ég og Lilja Alfreðsdóttir. Það var ég sem kallaði hann í rauninni inn í stjórnmálin, gerði hann að utanríkisráðherra, sem utanþingsráðherra, og það var ekki handahófskennt val, það var vegna þess að ég vissi hvar hún stæði og hvers konar manneskjun væri, og hún á ýmislegt sameiginlegt með okkur í Miðflokknum. En henni hefur væntanlega staðið til boða að fara bara einfaldlega með ykkur, en það greinilega gerist ekki. Nei, það er gott að hafa öfluga Miðflokksmenn í mörgum flokkum. Þorgerður Katrín, maður hugsa nú samt, ríkisstjórnin sem að þú sast í, hún býður algjört afhroð. Eitt flokkurinn þurrkast náttúrulega gjörsamlega út og það er bara maður spyr sig hvaða lexía það er, það er flokkurinn sem að fór. Sjálfstæðisflokkurinn tapar og þið tapir líka stórt. Þetta er einhvern veginn eins og að þessi ríkisstjórn hafi verið alveg, já, kannski bara mistök af ykkar hendi. Já, hún var náttúrulega stóra mikil áskorun. Það var búið að fara 4 eða 5 hringi í stjórnarmyndunarverum og það er kannski það sem að virðist þar líka að horfast í. Við erum ungu flokkur, við vorum ekki að víkja okkur frá þessari áskorun og verkefni. Þetta voru stóra verkefni. Við fórum inn með 7 þingmenn og fórum inn í stóra mikil ráðuneyti líka. En ég vil ekki meina að það hefði verið mistök. Það var margt fínt sem að þessi ríkisstjórn var á leiðinni með, var búin að greiða niður skuldir hjá ríkissjóði og það var eitt og annað í pípunum. En fyrir okkur í Viðreisn og þessar kosningar, ég segi fyrir 10 dögum þá vorum við í duftinu. Við erum komin inn með 4. Ég hefði viljað sjá 5, það hefði verið allsæl bara, þannig ég segi það alveg eins og er. En það er mikilvægt fyrir okkur að okkar rödd heyrist þarna áfram. Frjálslynd, alþjóðasinnu rödd, við munum halda fólki við efni varðandi breytingar á stöðnum kerfum og tala jafnréttismál, ekki síst. Þórhildur, þið tapið 4 þingmönnum og voru hafi náttúrulega verið mjög svona hávær í stjórnarandstöðu og mikið af könnunum mældi ykkur nú kannski eitthvað herra. Er þetta mikill skellur fyrir Pírata? Þetta er vissulega vonbrigði, en á sama tíma að þá höfum við náð þeim árangri að ná í 3. skiptið inn á þing, umbótarhreyfingin Píratar sem að margir hefði nú spáð að myndi ekki eiga sér stað og það er held ég ekkert sérlega algengt að svona umbótaöfl eins og okkar lifi þetta lengi. Við sáum nú flokk sem að datt bara út núna við það að reyna við sitt 3. kjörtímabil. Það sem að mér finnst kannski mikilvægast að hafa í huga er að skilaboð Pírata eru komin inn í hinn almennu stjórnmál. Við erum farin að tala um gagnsæja stjórnsýslu, við erum farin að tala um upplýsingafrelsi og tjáningafrelsi og við erum farin að taka okkur stöðu gegn þöggun og leyndarhyggju í stjórnkerfinu og það eru fleiri flokkar farnir að gera. Þannig að við sjáum það líka bara að okkar skilaboð er að komast til skila og að meðan að við sitjum áfram inn á þingi að þá verður þeim haldið á lofti og vonandi komast við bara lengra með það þegar á líður. Logi, þetta fór alveg ágætlega hjá þér. Samfylkingin er svo sem komin aftur. Hún er í atkvæðatölu 3. stærsti flokkurinn. Þið reyndar fáið ekki þingmannafjölda alveg í samræmi við það. En þetta ef ekki segja að þetta sé alveg ásættanlegt fyrir þig í svona uppbyggingu á þessum flokki sem einhvern veginn var rjúkandi rúst. Jú, þetta var nauðsynlegt skref. Við töldum reyndar að við myndum hafa 2-3 ár til þess að breyta flokknum. En við þurftum að leggja út í þennan leiðangur með mjög skömmum fyrirvara að vera að gera grína mér og klappa mér á öxlinn og kalla mig útfararstjóra Samfylkingunnar. Ég held að sé orðin veislustjóri Samfylkingunnar í dag. Og ég held að það sé bara farsælla að taka þetta í einhverjum skrefum. Við höfum núna bara burðugri sökkul að byggja á
og ég sannfærður að við munum vinna okkur upp áfram. En þetta samt næst versta útkoma flokksins í Já, enda segi ég það ef þetta verður fasti hér eftir, þá það ekki ásættanlegt fyrir sósíaldemókratískan flokk sem á að vera stór á miðjunni. En ég tek eftir því að það allir að vinna hér í dag og það gott. Taparinn í dag hins vegar þingið. Við erum að missa fullt af konum út af þingi, við erum að fá svona kalla eins og mig og þar fyrir ofan kannski, og þeir eru að flykkjast inn og það ótrúlega sérkennileg skilaboð í ljósi þess að tvær síðustu ríkisstjórnir falla annars vegna spillingar og hins vegar vegna mála sem tengjast ofbeldi og ofbeldi gegn konum og börnum. Og ég held að það sé núna bara mjög brýnt að við flokkar sem höfum lagt áherslu á virðingu, traust, heiðarleika og baráttu gegn kynbundnu ofbeldi að við tökum okkur nú til tak og setjum það rækilega á dagskrá íslenskra stjórnmála. Bjarni, ég ætla að halda hans áfram með þetta. Þið fáið 12 karla og 4 konur og þú nefndir það náttúrulega áðan, þið missið þarna 3 konur út. Þetta hlutfall sem að margir ekki flestir myndu telja óásættanlegt árið 2017. Já, ég ósáttur við það. Hvað þetta gert? Flokkurinn auðvitað hefur kosið að fara þessa prófkjörsleið almennt og fyrir þessa kosningar þá byggðum við á prófkjörunum frá því fyrra og þetta niðurstaðan. Við eigum rosalega öflugar konur og það sorglegt að sjá, fyrir hvert prósent sem við fórum niður frá því fyrir árið síðan, þá mistum við þingmann og þar af alltaf margar konur. Þó ég sjá líka eftir strákunum, Ég meina það liggur alveg fyrir þú hefur sett að fordæmi að þú hefur breytt listum þegar það hefur verið fyrir séð að það væri erfitt eða... Já, og ég hef tekið, ég hef ekki haft það sem reglu að jafnvel oddvitar eigi tilkall til þess að sitja í ríkisstjórn. Þegar að mér hefur þurfa að jafna kynjahlutföll, þá hef ég rætt það í flokknum, í þingflokknum og við höfum bara gert það. Hefði ekki þurft að gera það með sterkari hætti núna? Já, fyrir þessa kosningar þá var þetta meiri í höndum kjördæmaráðanna og þau verða hvert fyrir sig að komast að niðurstöðu og þetta var niðurstöðan. Ég trúði því að Hildur næði inn, hún var lengi inn í gær, ég trúði því líka að Unnur ætti góða möguleika. En Flokkur fólksins fekk frábæra kosningu í suður og Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hvor sig með ágætis niðurstöðu. Þannig að það var þröngt á þingi í suðurkjördæmi til þess að koma unni að þessu sinni. En ég veit ekki, maður heyrir ofta að það sé menn séu of þaulsetnir á þingi. Ég sé yfirleitt mest eftir þeir sem eru reynslumiklir. Þó maður vilji einhverja heilbrigða endurnýjun, að þá þetta full mikið fyrir minn smekk. Við erum nánast búin að taka þingið og sturta úr því bara reglulega bróðurpartinum af þingmannunum. Þetta er gríðarleg endurnýjun á 10 árum. Þið ekki með neinn nýjan þingmann og VG held ég ekki með neinn nýjan þingmann einn. VG með einn nýjan þingmann og ég vil nú segja það eins að því ég sé nú mjög eftir því að sjá kynjahlutföllin fara niður á við á þinginu og það sýnir okkur náttúrulega bara ungt fólk líka fara og bara hvað kynjamisréttið eiginlega nú rótgróið að alltaf þegar við teljum að við séum að ná hér jafnrétti þá verður bakslag af því þetta svo rótgróið í okkar samfélagi hvað sem okkur finnst það. Ég hins vegar mjög stolt af minni hreyfingu því við erum með konur í meirhluta af kjörnum þingmönnum og það að því að við höfum þorað að beita okkur þannig að við erum bara með skýrar reglur það að það skuli ekki halla á konur í okkar hreyfingu. Þannig að það skiptir auðvitað miklu máli. Ég ætla aðeins að tala líka unga fólkið af því það líka umhugsunarefni. Þetta nú kosningar þar sem ungt fólk var talsvert á dagskrá, málefni ungs fólks, menntamál, húsnæðismál, hvernig framtíð ætlum að búa unga fólkinu, þá staðreynd að kjör þess hafa setið eftir í samfélaginu. Þannig að það líka dapurlegt að sjá ungu fólki í raun og veru fækka á þingi. Jú, ég er sammála því. Við erum náttúrulega núna aðra kosningar í röð með 5 konur og 3 karla. Við erum vissulega með ákveðnar reglur en það mikið jafnrétti í 100 ára gamla flokknum og við höfum ekki áhyggjur af þessu og ég tók eftir því í gær á kosningavökunni hjá okkur. Ég hef ekki séð annan eins fjölda af ungu fólki og það var það sem við upplifðum í kosningabaráttunni. Já, vegna þess að við lögðum áherslu á að leysa vanda unga fólksins sem að það tók eftir. Sunna. Ég upplifi mikinn viðsnúning frá því í fyrra, bæði kynslóðaskipti og svo líka að þessi kynjahlutföll breytast afskaplega mikið. Við erum að fara úr því að vera held ég í 4. sæti yfir flestar konur á þingi niður í það 19. Og mér fannst, ég var svo stolt af því í fyrra, hvað við treystum mörgum konum til þess að sitja á þingi og hvað mikið af ungu fólki líka sem að treyst til ábyrgðar.
og mér finnst við sjá einhvern veginn afturför til gamalla tíma, til eldri tíma þar sem það eru aðalega eldri karlar sem að fá að stjórna þessu landi og mér finnst það mjög mikill miður. Af því að ég held að okkar kraftar, þeir nýtist líka vel. Ungar konur og ungt fólk, mér finnst að það verða að veljast til ábyrgðar líka og mér finnst það vonbrigði að við séum að sjá þennan rosalega viðsnúning í þessum kosningum gagnvart þessum hlutföll. Karlarnir eru náttúrulega komað dálítið mikið inn í gegnum Miðflokkinn og Flokk fólksins. Já, og ég hef meira að segja viljað fá 2 í viðbót. 2 karla í viðbót. Jafnvel þó ég hefði verið eina konan sko, vegna þess að Eva Halldór Gunnarsson sem hefur náttúrulega verið mín sterkasta stoð og stytta alveg frá því að Flokkur fólksins var stofnaður og barist alveg ofboðslega vel við hliðina á mér og sennilega oft á tíðum hefði ég nú bara gefist upp ef það hefði ekki verið fyrir hann og hans kom ekki til tals að hafa fleiri hann hefði orðið elsti maður sem nokkuð tíma hefði verið kjörinn á þingið ef hann hefði komið núna og það var á tímabili í nótt eins og við sáum sem að hann var virkilega að banka á dyrnar sem hugsanlegi 5. maðurinn okkar inn og svo náttúrulega Magnús Þór Hafsteinsson sem að er þó reynslu mikill og búin að vera á þinginu og svona þannig að þó svo að ég sakna þeirra, ég vildi óska þess að við... En þetta eru bara karlmenn, kom aldrei til tals að stilla upp einhverjum konum sem ættu möguleika að fara inn fyrir flokkinn? Jú, sko, í rauninni þá verða það náttúrulega að vera til staðar fyrir það fyrsta og þannig að eins og þetta kemur upp núna þá voru meira konur voru að taka annarsætið eða jafnvel að vera kannski 3 konur í fyrstu 5 eða... Sigmundur, hvað eru þið? Þið eru 6 kallar og 1 kona eða er það? Já, það raðast þannig tilviljulega kennt. Það munaði litlu að Guðfinna þeir farið inn í Reykjavíkurkjördæmi norður því miður hafðist það ekki og eins hefði getað fengið uppbótarmann í Suðvestur. Þetta er ekki alveg góð hlutföll. Verið allt önnur. En þetta eins og staðan á þinginu öllu eru þetta tilviljulega kennt og mun sveiflast. Það sem ég held við ættum að spá í sérstaklega varðandi stöðu kvenna í stjórnmálum er áferð stjórnmálana. Maður hefur tekið eftir því að fólk reyndar almennt, en kannski sérstaklega konur eða svona hlutfallslega meira konur eru bara ekkert hrifnar af því hvernig stjórnmálin líti út og þar af leiðandi finnst þeim þetta ekki freistandi starfsvettvangur. Eðlilega eins og þetta hefur verið að þróast. Ég held að það sé mjög þreytsamt þessi rök að konur sæki bara ekki í pólitík. Ég held að það sé bara ekki trúverðugt lengur að segja það. Þetta er bara staðreynd og ef við ætlum að leysa hlutina þá verðum við að líta á staðreyndina. Og staðreyndin er sú staðreyndin er sú að yfirbragð stjórnmálanna er ekki gott og það er orðið sífellt erfiðara að fá fólk, bæði konur og karla, til þátttöku í stjórnmálum og hlutfallslega er það ennþá erfiðara varðandi konur. En ég verð að segja að tilviljanakennt er þetta ekki, ég verð að segja að þetta er ekki tilviljanakennt því þetta auðvitað ræðst af því hvernig flokkarnir raða upp á sína lista og þar skiptir auðvitað máli hlutfall kvenna í hópi oddvita. Það er ekki tilviljanakennt en það. Og í uppstillingum er það sem þannig. hún er að segja hér er nákvæmlega málum. Mér finnst þetta að vera rök sem að halda ekki lengur sem að Sigmundur er að setja allavega Viðreisn er að þannig að það var alveg ótrúlegu fjöldi ekki síst af ungu og ungum konum sem að tóku þátt í kosningabaráttunni með okkur og það er núna að fara menn að tala stjórnarmyndunarviðræður og fleira og ég verð að segja eins og er að fyrir okkur er Viðreisn það sem að jafnrétti er svona lykillinn og allir nálgun okkar á öll málefni að mér er til efs að það sé endilega fýsilegt að fara með flokkun sem eru með fornaldar nálgun í jafnréttismáli. Það mun skipta mjög miklu máli fyrir okkur að það sé flokkar sem að hafa ákveðin fókus á ungt fólk og ekki síst jafnréttismál. Ertu þá mögulega að útiloka þessi flokkar sem eru með... Ég er ekki að segja, ég er ekki að útiloka neitt, en það er gott að Inga skilur það að jafnréttismálin eru pínlítið í klessu hjá Flokki fólksins. Já, Logi? Já, ég segi nú bara fyrirgefðu aðeins Sigmundur. Sko, kúltúr sem að byggist á því að menn telji þjóðinni sinni trú það að henni sé best borgið með einhverju ákveðni mynt og einhverju ákveðnu umhverfi, fara svo sjálfur með peningar sinni til útlanda, kúltúr sem að byggir á því að flokkur sér takið fram yfir þjóðina þegar kemur að því að gefa upplýsingar viðkvæm mál. Það er akkurat þetta umhverfi sem konur væntanlega vilja ekki stíga inn í. Hvað gerum við þá? Þá breytum við þeim kúltúr. Ég held, Logi, að það sé miklu frekar meinfýsni eins og þú ert að sýna núna og framkoma til bara alls ekki. Og framkoma þín til dæmis í þættinum í gærkvöldi eða í fyrrakvöld. Ég held að það sé miklu frekar
þessi ásýnd stjórnmála. Já, heldurðu það? Það sem þú ert að sýna akkurat núna. Heldurðu það? Sem að heldur fólki frá þáttöku í þessum vettvangi. Hvernig finnst ykkur kosningabaráttan hafa verið? Það er mikið talað þessar nafnlausu auglýsingar, það var náttúrulega margt á netinu, það er ekki að það hefur verið kostað talsvert til að auglýsa undir nafnleynd og margt svona, við fórum dálítið langt út í það að ófræja fólk. Píratar upplifðu þetta mjög sterkt í fyrra og nú hefur þetta aðalega beinst að VG. Mér sýnist svona fólk sem fyrir utan náttúrulega umfjöllun Stundarinnar sem var sett lögbann á, en það er náttúrulega ekki nafnlaust. Og umfjöllun Pírata? Umfjöllun Pírata? Hvað ert að tala? Ég er bara að tala það hvernig þið hafið talað þessi mál, bara almennt. Já, svona orðbragði hjá okkur. Ég held að við höfum öll fengið á okkur eitthvað svona. Ég meina, og menn geta með þessum samfélagsmiðlum targetera ákveðna hópa. Ég var til dæmis á Norður-Austurlandi að svara alla kosningabaráttuna fyrir einhverja uppgerða skoðun mína á skipulagsmálum og flugvöllum í Vatnsmýrinni. Þú veist, þessi tækni sem að menn búi yfir geta gert mönnum kleift að taka ákveðna hópa fyrir. Ég er ekki að halda því fram að aðrir stjórnmálaflokkar eigi þátt í þessu. Ég held að skipti hins vegar rosalega miklu máli að við sameinumst allir flokkarnir núna að hafna þessar aðferð. Þorgerður. Já, ég segi bara eftir höfðinu dansa limirnar, ég er svolítið sammála mitt loga, það skiptir máli hvað skilaboð forystu fólk í stjórnmálum setur inn í flokkana. Það er freistingar innan allra flokka að fara í persónuna, fara í sig. Men hvers flokk segir, heyri, við förum ekki þangað, við ætlum að vera í kosningabaráttu á málefnalegum nótum og við ætlum ekki að leyfa líka svona auka búgreinum eða fylgihnöttum í kringum flokkana að fara í einhverjar duldar auglýsingar eða eins og Katrín lendi með skattakötu eða Bjarni hefur líka lendi í þessu. Þetta er bara ömurlega leiðilegt og þessi hræðsluáróður sem að líka var að hálfu Sjálfstæðisflokksins varðandi vinstristjórnina, þetta er bara þreytt. Það er þetta sem gerir stjórnmálin óaðlaðandi, miklu frekar heldur en að þau eru ekki nægilega aðlaðandi fyrir konur. Ég held að þetta vera áhugavert og ég held að þið voruð að spyrja svona hvað við höfum verið að gera. Við lögum mjög miklu áherslu á það og það eru þetta kannski ekkert hefðbundið fyrir flokkinn lengst til vinstri að horfa, það er kannski, við vorum að minnsta kosti lengi vel kallaður á mótiflokkurinn og ég hef allavega lagt mjög miklu áherslu á það að við í þessum kosningum eins og þeim síðustu vorum bara að leggja fram okkar sýn og við reyndum að fókusera á hana, að við værum að bjóða upp á okkur tiltekna sýn, tiltekin gildi sem ekki endilega snýrust að vera á móti þessu ágæta fólki hér. Og þess vegna þykir mér mjög vænt það fylgi sem við fengum. En voru ekki eitthvað fólk sem var í kringum flokkiðin sem var samt með skítmokstur? Já, við vorum með þetta með okkar eigin skrýmsladeild. Ragnar Kjartansson setti fram hvolpavídeóið fræga og þar sem hundarnir Bjarni, Katrín og Brynjar komu við sögu og það vakti lukku en ég tel nú það frekar svona góðvilja grín í þessu. Nei, þetta er meira svona nafnlaust. Nei, ég meina og það var augljóslega ekki nafnlaust enda var hann í framboði fyrir ykkur, skilur. En sko þetta er auðvitað, ég meina það er auðvitað ákveðin öfl bæði á ýmsum stöðum í hinu pólitíska litrófi. Við verðum bara að gæta sanngirni því sem voru að beita sem er nafnlausum hætti og mér finnst það leiðilegt. Sigmundur og svo Bjarni? Já, við lögðum áherslu á það strax frá upphafi að við ætlum að vera jákvæð hreyfing og það var send út svo lína okkur með einasta degi að vera ekki í skítkasti og ekki í leiðindum og alls ekki persónuleg. Heldur leggja áherslu á málefnin. Og þetta er alvarlegt vandamál sem við verðum að taka á saman þó að menn langi að setja fram aðra skýringar. Það er alvarlegt vandamál að það er orðið óaðlaðandi fyrir fólk, bæði karla og konur, hlutfallslega er það meira konur, að fara inn á þetta starfsvið. Og það breytist ekki á meðan að stjórnmálin halda áfram að þróast meira og meira út í svona einhvað persónulegt níð. Það breytist fyrst þegar við förum að snúa okkur aftur meira að málefnunum. Og það virkar líka eins og við sjáum á niðurstöðu Miðflokksins. Við lögðum áherslu á málefnin, vera jákvæð og glöð og það virkaði. Bjarni. Ég held að við verðum nú aðeins að átta okkur á því líka að þetta hefur alltaf fylgt stjórnmálunum. Óbúslega mikil harka, menn ganga of langt. Það þarf ekki annað en að lesa gömlu flokksblöðin til þess að sjá hvernig orðræðan var á sínum tíma. Þá voru líka mótmælafundir, þá var hnippt í þingmenn, þeir voru á gangi fyrir utan þinghúsið og við höfum oft farið í gegnum tímabil. Við höfum verið að gangi í gegnum töluvert erfiða tíma núna og netmiðlarnir gera þetta töluvert auðveldara að ráðast af fólki. Ég held að fjölmiðlarnir verður líka aðeins að taka til sín svolítið í þessari umræðu. Þeir elska skandala. Þeir elska svona eitthvað rosalegt uppþótt og hlaupa á milli með mikrofónum.
og ég get alveg sagt eins og að mér fannst sumir fjölmiðlar fyrir þessar kosningar bara tapa sér í spenningnum yfir næsta skandal og það í raun og veru ekki fyrir að það kemur svona heilt yfir aðeins betra jafnvægi á þetta og þegar öll er að botni í kvöld þá það bara sko persónleg tengsl milli fólks sem að ráða því hvort menn geta haldið stjórn á þessu landi, hvað menn eru tilbúin til þess að leggja á sig, þrátt fyrir öll óþægindin til þess að vinna gott fyrir land og þjóð. Þannig til dæmis ég að nálgast þetta að sko Guð minn góður hvað maður geti verið fyrir löngu síðan bara halla sér aftur í hægindastólum og fara að gera eitthvað allt annað og verið bara laus við allt nýðið og bullið og vitleyssuna. En maður í þessu sko vegna þess að það einhver aðri tilgangur. Og ef maður finnur að það eru fleiri á sviðinu sem eru hugsandi þannig, þá verður maður bara einfaldlega að leiða þetta hjá sér og það ekki hægt að biðja í opnu lýðræði samfélagi að það verður slökkt á þessum hátalara. Því að hann verður alltaf þarna, hann hefur alltaf verið þarna og það verður auðveldara með þessum nýjum miðlum. En ég hef orðið fyrir vonbrigðum með fjölmiðlunum líka. Það bara, ég vil aðeins koma boltan líka til þeirra þannig að þetta sitji ekki bara í fanginu á stjórnmálamönnunum sem hafa verið svo vondir hver við annan. Við skulum aðeins skipta gír, langar að ræða aðeins stjórnarmyndun, það sem framundan hjá allavega einhverjum ykkar. Katrín, hver finnst þér að fá stjórnarmyndunar umboð? Sá sem telur sig geta mynda starfhæfan meirihluta. Ég horfi til þess að stjórnarandstaðan með 32 þingmenn að loknum þessum kosningum sem eru tíðindi í sjálfu sér og fráfarandi ríkisstjórn tapar miklu fylgi eins og þið bentuð á, þannig að þetta eru ákveðin skilaboð. En ég hef líka talað fyrir því að það sé mjög mikilvægt að í stjórnmálum, og það kannski hluta þessar umræðu sem við vorum með áðan, að við leggjum okkur fram það að skapa breiðari samstöðu, nálgast kannski þetta verkefni með öðrum hætti eins og við ræddum hér í gærkvöldi, með öðrum hætti en við höfum gert áður og ég held að það sé bara mjög spennandi áskorun. Breiðari hætti en sko, Vinstri græn, Samfylking, Framsókn og Píratar, stjórnarandstaðan eru með 32. Það náttúrulega mjög tæft. Já, það þess vegna sem ég að taka það fram að ég held að skipti máli að nálgast þetta svolítið með þessum breiðari hætti. Og breiðari hætti það þá stjórn sem þá hlýtur að vera að tala kannski stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Við þurfum bara stjórn yfir miðjuna og með Sjálfstæðisflokknum. Stjórnmál snúast heldur ekki bara meirihluta og minnihluta í þinginu, eins og ég hef verið að segja fyrir þessar kosningar. Þau snúast líka það hvernig við vinnum saman og hvernig við nálgumst það verkefni að starfa saman á Alþingi Íslendinga. Þannig að ég held umræðan alltaf þetta að telja hugsanlega. Við erum ekki að fara í minnihlutastjórn, held ég á Íslandi. Ég held að það sé bara ekki okkar genamengi sem það svo að genamengi okkar sé svo frábrugðið öllum hinum? Ég veit nú ekki hvað vísindin myndu segja um það. Ekkert endilega góð, til dæmis í Danmörku ræður dansk Folkeparti öllu sem hann vill ráða í skjóli þess að styðja minnihlutastjórn. Ég hef meiri reynslu að ég sitja í minnihlutastjórnum en þú, Egill, og ég veit alveg hvaða áhrif það hefur. Það breytir því auðvitað bara hvernig við vinnum og það breytir því að þó að ég telji að ég viti þetta allt best, þá þarf ég að semja málin með öðrum hætti en ef ég væri minnihlutastjórn. Ertu þess að mæla með minnihlutastjórn? Nei, Egill, ég er bara að segja það hér. Við erum því miður með þann kúltúr í íslensku stjórnmálum að það hefur oft verið bara ráðist, og það á við fleiri, bara þá flokka sem hafa farið með völdin hverju sinni, að það hefur verið nóg að meirihlutin ráði. En það nóg? Nú ertu með og ég leyfi mér bara að segja það, mér finnst mjög mikilvægt, við erum alltaf að kalla hér eftir öðruvísi stjórnmálum og þú segir þú ert svo loðinn. Ég ekkert loðinn, ég einmitt að reyna að tala fyrir því öðru módel en því en við höfum verið hér föst í undanfarin ár. Ég held það sé mjög mikilvægt. Ég held að það sé okkar áskorun. Hvaða munstur á að reyna? Eftir þann pólitíska óstöðuleika sem hér hefur ríkt, að einmitt að við nálgumst þetta öðruvísi. Hvaða munstur á að reyna núna? Ég lá í baðinu í morgun og var að bíða eftir síðustu tölum á norðvestur sem að stundum hafa gert góða hluti fyrir mig. En það bara nokkri klukkutímar síðan að maður fékk síðustu tölur. Og ég verð bara að segja alveg sér, ég meina, það ekkert þarna á borðinu sem að ég sé sem að þið sjáðu ekki. Þetta eru 8 flokkar. Já, þetta bara hrikalega flókið. Þetta hrikalega flókið. Og það verður að höfða til ábyrgðar allra. Ertu sammála Kötu að það sé nauðsynlegt að gera þetta í svona breiðara samhengi heldur en hefur verið gert? Já, það liggur fyrir það ekki tveggjaflokkastjórn í boði. Og það hefur ekki gefist vel frá hruni að vera öðru hvorum megin svona á pólitíska landsvæði. Ég held að það hafi ekki gefist vel frá hruni. Það að taka sæti í ríkisstjórn. Það hefur ekki gefist neitt sérstaklega vel yfir ríkisstjórn ef þú ert bara að hugsa það að auka fylgið þitt. Og það það sem held ég að hræði marga.
Ég hef verið eitt þeirra sem hefur sagt, mér sama þó að sé erfitt, ef mér finnst að skipta máli og það leiðir til góðs fyrir land og þjóð, fyrir heildina, þá ætla ég bara að gera það. Og ég meina, við erum að verja svolítið í þessum kosningum, einmitt vegna þess að við höfum verið lengi í ríkisstjórn. Ég held að við getum alveg fundið út úr þessu, en á endanum þá er þetta ekkert flóknara en það. Við þurfum að sitja yfir málefnunum og spyrja okkur, getum við boðið okkar stuðningsmönnum upp á þessa stjórn þessi mál á næstu árum? Við erum kosin á grundvelli málefna, sko. Myndir þú telja eðlilegt að þú fengir umboðið fyrstur? Mér finnst það. Mér finnst það sem flokkur sem hefur sigrað öll kjördæmi, sem með langflesta þingmenn, sem í grunninn, sko, ef menn ætla ekki að mynda 5-6 flokka stjórn eða minnihlutastjórn, þá hljótum við að vera þáttakendur í næstu ríkisstjórn. Mér finnst það eðlilegt. Sigmundur, hvað myndir þú segja að vera eðlilegt í þessu framhaldi? Þú hefur nú verið forsætisráðherra. Já, ég svo sem engu við þetta bæta, eins og Bjarni bendir á, þá liggja tölurnar fyrir núna og við sjáum ekkert sem aðrir sjá ekki, held ég, í stöðunni. Þetta mun kalla bara á viðræður, menn kannið það hversu mikill samhljómur í því hvernig menn vilja nálgast verkefni sem framundan eru. Og við munum menn þurfa að slá einhvað af kröfum, en í okkar tilviki þá erum við mjög stífa á markmiðunum eins og við lýstum fyrir kosningarnar, en opin fyrir því að skoða leiðirnar að þeim. Inga, hvað segir þú? Þú ert nú ekki vön að fara að mynda ríkisstjórnir, það er ekki alveg... Nei, mér finnst alveg ástæða til þess að ég fengi pröfu það núna. En eins og ég segi, við erum til í öll góð störf og eins og þið réttilega bendið á, það sjá það allir hvernig landið liggur, það sjá það allir hvað hefur komið upp úr kjörkössunum og jú, þetta verður svolítið snúið, en eins og ég segi, í stað þess að tala hversu snúið það verður, þá vil ég segja að við séum bara öll svo frábær og við séum að stefna saman markið, þannig við hljótum bara sem fullorðnir einstaklingar með hugsjónir að geta bara tekið saman höndum og geta þetta vel. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur spilast núna? Þetta er, eins og Kata segir, frekar óljóst, en ég sé það líka stjórnarandstaðan sem hefur unnið ágætlega saman, hefur náð meirihluta og það er nú annar viðsnúningur sem hefur átt sér stað að þessi tæpi meirihluti sem var stjórnarliðum í hag er núna stjórnarandstöðunni í hag. Þannig að mér finnst það líka vera ákveðin skilaboð frá kjósendum og það er eitthvað sem mér finnst fullt tilefni til þess að skoða. Við höfum áður fengið umboð til þess að mynda stjórn og við höfum lagt töluvert á okkur að finna grundvöll á milli flokka hvernig við getum unnið saman og við teljum að það sé ennþá grundvöllur til samstarfs og erum reiðbúin að axla ábyrgð og finna lausn sem hentar öllum vel þegar kemur að stjórn. Logi? Já, mér finnst þetta ekki vera svona flókið. Nei. Ég talaði það lengi eftir 5 flokka slitin fyrir 1 ári að það hefði bara verið handaverðin eftir. Fegurðin felst oft í hinu smáa, þetta eru margir ólíkir flokkar. Ég sé fyrir mér að stjórnarandstaðan styrkt með einu flokki geti mynda býsna breiða stjórn á miðju aðeins til hægri og aðeins til vinstri. Hvaða flokki? Já, það eru flokkar hérna í hliðina á mér sem við getum alveg skoðað. Já. Þorgerður, hvernig líst þér á það? Já, það sem skiptir máli bara er að mynda hér starfhæfa ríkisstjórn og helst með svona breiða skírskotun þannig að þjóðin verði sátt og hún fái það á tilfinninguna að við búum við fyrirsjáanleika og stöðuleika. Það skiptir öllu máli fyrir fjölskyldurnar, fyrir fyrirtækin í landinu. Þannig að fyrir Viðreisn væri kannski bara heppilegast að vera einmitt í stjórnarandstöðu. Það er svolítið rétt sem að Bjarni segir að það er áskorun og það er ábyrgð mikil fólkinni því að vera í ríkisstjórn. Þannig að fyrir Viðreisn sem er ungur flokkur, það er freistandi að vera í stjórnarandstöðu og tala fyrir þeim málum alveg frjálst og óháð og ekki skuldbundið neinu fyrir þeim sem við höfum talað í gegn. Þannig að þú ert hikandi gagnvart því að fara í ríkisstjórn? Nei, ég er ekkert hikandi, ég hef aldrei hikað við það að taka mér, nei það sem ég er að segja, ég er búin að gefa eitt hint og það eru jafnréttismálin. Ég vil að jafnréttismálin verði í forgrunni þeirra ríkisstjórnar, ef að Viðreisn tekur þátt í einhverju ríkisstjórn, þá verði jafnréttismálin í forgrunni. Þannig að Katrín gæti hugsanlega hringt í þig? Eigum við ekki bara aðeins að leyfa deginum að líða? Katrín má alltaf Við getum alltaf heyrst, sko. Við getum alltaf heyrst. Eins og kunnugt er ég hringjandi rosa margar nema Sigmund. Sigurður, skulum loka þessu á þér. Þú sagðir í gær að það hefði oft reynst erfitt að mynda ríkisstjórn án Framsóknar. Sérðu fyrir þér að þið séu það við nánast ómögulegt núna reyndar? Já, niðurstaða okkar í kosningunum er auðvitað góð og við erum að sjálfsögðu tilbúin að fara í ríkisstjórn það sem við lögðum áherslu á, eins og sjálfsagt allir aðrir.
En við höfum svolítið gleymt því hérna, það hefur verið dálítið talað dálítið annað. Hvað það sem þarf að gera? Hvað það sem fólkið var að kjósa okkur til þess að gera? Og við munum vera tilbúin til þess. Ég hef lagt áherslu í mjög langan tíma á mínum stjórnmálaferli að það sem skiptir máli að búa til breiða samstöðu. Og til þess að búa til þá samstöðu og pólitískan stöðuleika í þessu landi þá þarf að mynda að mínu viti nokkuð breiða ríkisstjórn, hugsanlega frá hægri til vinstri yfir miðju eins og ég hef stundum sagt, eða eitthvað annað form. En lykilatriði verðum að komast út úr þeim pólitísku óstöðuleika sem hér hefur ríkt allt frá hruni. Og það er verkefni okkar. Við ljúkum því örugglega ekki þessum þætti með ykkur. Og tölurnar sem að koma upp úr korsunum hérna undir morgun hér okkur ekki auðveldara fyrir, en það er verkefni okkar. En sko þið eru að tala breiða ríkisstjórn og þá er nú eiginlega eðlilegast að hugsanlega að skera burt þessi séðna og þau bara fari og þið eru þarna þrjú saman. Eða skera okkur burt. Það er eins og segir sko. Þið eru að tala stjórn frá hægri til vinstri, þá er það vinstri græn, Framsóknarflokkur væntanlega og þið hafið 35 þingmenn, það væri alveg sæmilega góð. En ég ætla að segja sko, það verður sennilega ekki gert hérna í dag. En þið eru að tala svolítið á þessum nótum. En það er auðvitað þannig. Og það er rétt sem að bæði Katrín nefndi hér að við getum þurft að horfa aðeins á öðruvísi stjórnarmynstur heldur en við kannski séð liðina áratugi og einnig það sama á Bjarni sagði. Þetta skiptir máli hvort að fólkið í forystu flokkana getur unnið saman, hvort það treystir hvort öðru. Getur þú unnið með Sigmundi? Ég get unnið með öllum. Ég hef sýnt það áður. Eru það einhverjir sem eru tilbúinir að útiloka eitthvað hérna? Nei. Þú útilokaðir sem Sjálfstæðisflokkinn, var það ekki? Nei, ég gerði það ekki. Ég sagði bara að í lok kosningabaráttunnar hafi bara teiknað sig upp mynd sem að sýndi að Bjarni vildi fara vestur yfir haf og ég vildi fara til Norðurlandana og við þurftum þá að finna út hvort það væri þriðji áfangastaðurinn. Ísland. Ertu aftur konu í flugvélaleikin? Jæja, takk kærlega fyrir komuna. Þetta verður sannlega eitthvað, þið verður sannlega eitthvað í sambandi hvert eða annað svona næstu dagana. Já, við heyrumst Katrín í símann. Við skulum tala saman, við erum komið tíma á það. Og svo er náttúrulega spurningi, ég gerir það fyrir að forsetinn fara að kalla ykkur til sín á morgun. Það getur alltaf verið mikið seinna en það. Takk kærlega fyrir komuna. Við verðum hérna aftur eftir örskamma stund með álitsgjafa sem ætla að greina aðeins stöðuna núna eftir kosningar. Okay. Setjast. Komið sæl aftur. Þau eru sest hérna hjá okkur álitsgjafirnir okkar. Ólína Þorvarðardóttir, fyrrverandi alþingismaður. Gunnar Smári Egilsson, fjölmiðlamaður. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur og Birgir Guðmundsson, stjórnmálafræðingur. Velkomin öll sömul. Takk. Vilt þú opna þetta hérna? Já, ég bara spyr sér bara, 8 flokkar, erfitt að mynda ríkisstjórn, það er að koma heilmikið annað upp á kjörkossunum en skoðanakannanir bendu til. Þetta eru í rauninni svona frekar óljós úrslit, Hulda. Já, sko, talandi um skoðanakannanir, ég hef búin að kíkja á þær, gera það í morgun eins og maður gerir þegar maður er eins innrættur og ég, að sko það náttúrulega voru þær að vanmeta auðvitað flokk fólksins, en það er ekki víst að það hafi verið skekk í skoðanakönnunum. Það má náttúrulega hafa verið raunveruleg fylgisveifla á síðustu stundu. Já. Og það er ofmátu Samfylkingu og vanmátu Framsóknarflokk. Þannig að það má vera að þarna hafa átt sér stað líka sveifla á síðustu metranum hjá óákveðnum. Þeir í stað þess að fara á Samfylkingu hafa þeir farið á Framsóknarflokkin. 8 flokkar, við sjáum 2% hærri kjörsókn enn í fyrra. Mögulega bara fundu fleiri eitthvað við hæfi. En við reynum svona að horfa á þetta í jákvæða ljósi. Auðveldara fyrir fólk að finna sem flokk. Birgir, þetta virkar eins og dálítill hrærigrautur. Það er hrærigrautur að sumu leyti, en samt er svona system í galskapið held ég sko. Að þú ert svona í grunninn, sýnist mér sko, ennþá með svona blokkamyndu. Flokkakerfið er greinilega gjörbreytt sko frá því sem var þegar við vorum með gamla fjórflokkinn. En samt eru svona leifar af gamla fjórflokknum sko, erum við að tala um sko 2 flokka með Miðflokkinn og Framsóknarflokkinn, eða eins og því ég var að tala við Framsóknarmenn í gær sko, þá talaðum bara um Framsóknarflokkana sko. Já. Og menn sem sé líta, sem sé svona bara venjulegir kjósendur sko, sem að voru í óperunni í gær og voru að ræða þetta, töluðu bara um þetta sem einn flokk.
áður fyrir var talað þetta væru armar sko, í sama flokki og sama má eiginlega segja Sjálfstæðisflokkinn og Viðreisn, þannig að það sem að gerist samt sko, virðist vera að koma svolítið að það að gamlir svona afsprengi fjórflokksins, getur við sagt, eða fjórflokkurinn í svona breyttri mynd, hann svolítið að styrkja stöðu sína í þessum kosningum og menn eru svona aðeins minna spenntari fyrir sko nýja bruminu og öllu talinu sko fjölbreytt lýðræði sko, það svona eins og hafi orðið aðeins sveiflað til þess að menn séu sko þrái meiri skilvirkni og eru tilbúnir að fórna aðeins sko fjölbreytileikanum. Ólína, það töluðu allir hérna áðan það að þeir eru unnið annarkvort varnarsigur eða bara hreinan sigur, en þetta kannski bara í rauninni ákveðið tap hjá flestum? Sko, ríkisstjórnarflokkarnir náttúrulega eru búin að tapa 12 þingmönnum og einhvern tímann hefði það nú ekki vafist fyrir álitsgjöfum að koma auga á aðra eins staðreynd og það. Vinstri vængurinn svo má kalla, hann ekki eins skýr kannski eftir þessar kosningar eins og hann hefur oft verið, en hann að styrkja sig. VG að styrkja sig þó að það hafi verið ofmetið í könnunum. Samfylkingin að vinna alveg gríðarlegan sigur miðað við stöðuna eins og hún var í síðustu kosningum. En við erum að fá líka meiri fjölbreytni, við erum að fá flokk fólksins þarna inn með athyglisverða niðurstöðu og spennandi svona, ég sé marga skapandi möguleika varðandi stjórnarmyndun núna. Og mér finnst náttúrulega líka beinast við núna að það væri Vinstri grænir sem að fengju núna stjórnarmyndunarumboðið og sko að þeir þurfa ekki endilega að binda sig við það að ná svo sterkum meirihluta. Þeir eiga möguleika á því að taka alla svokölluðu vinstri flokka inn í ríkisstjórn og fá 36 þingmenn. Þeir gætu líka verið með 32 þingmenn og bætt síðan við flokki sem að ríkisstjórnina óbeint. Það gæti verið flokkur sem að tæki þá við þinginu, forseta þingsins, til dæmis og stjórnaði þinginu út eitt samfellt kjörtímabil. Eða flokkur eins og flokkur fólksins sem að gæti þá fengið velferðarnefndina í þinginu, eitthvað sem að þeim virkilega mikið hjartans mál. Menn þurfa að fara að hugsa svolítið út fyrir kassan? Já, ég held að eins og Ólafur Harðarson var að benda á í gær að það getur bara einfaldlega verið til bóta að hafa fleiri flokka en hafa stjórnina sterka. Þannig að menn hafi ekki efni á því að stökkva frá borði eins og gerðist í ríkisstjórninni 2009 til 2013 þegar ég var í stjórnarmeirihluta. Hún var að nafninu til 2 flokkar en hún var í raun og veru 4-5. Gunnar Smári, það hefur margir sagt svona á samfélagsmiðlum eftir nóttina að það sé hinn miðaldra karlmaður, íhaldsmaður sem hafi unnið þessar kosningar. Útfara konur, útfara ungt fólk og kannski einhverju leyti frjálslyndið. Ertu sammála þessu? Já, það unnur náttúrulega á flokkar sem að ekki hluti af svona identity politics tímabilsins frá hruni Sovjets að hruni nýfrjálshyggjunnar. Þetta eru flokkar eins og flokkur fólksins sem eru viðbragð við hruninu, svona í grunni til hægri flokkur sem að gera kröfu bætta velferð, svipað og UKIP í Bretlandi eða þjóðarflokkurinn í Danmörku. Þetta flokkur sem ekki gerir, þetta ekki sósíalistaflokkur sem gerir kröfu breytingar í samfélaginu en vill samt fá aftur meiri hlýju eða bara ábyrgð eða mennsku í samfélagi, bara stofnað gegn nýfrjálshyggjunni. Og þar leiti ekki flokkur eins og Samfylkingin og Vinstri græn sem hafa verið svona eru sósíalískir flokkar grunninn en á þessu tímabili fóru að reyna að líta á sósíalismann frekar sem farveg á 20. öldinni sem að hlóð utan á sig ýmiss konar mannréttindabaráttu og reynda að vera það án þess að vera sósíalískir í grunninn. Þetta er ólíkur flokkur. Ég veit ekki hvernig á að flokka Sigmund Davíð. Hann náttúrulega svo sérstakur, sko. Ég getum við flokkað Albert Guðmundsson, hann var vinur Litlamannsins, var hann vinur Litlamannsins. Sigmundur Davíð kom inn í kosningabarátuna, hann hélt því fram að hann væri maður sem geti búið til peninga. Ég man ekki eftir þessu, sko. Þetta kannski einhvers staðar í Austur-Evrópu sem við finnum einhvern svona ríkan kall sem að telur sig verið með snebbi lausnir og vinnur eitthvað og erfitt að flokkan. En þetta eru flokkarnir sem að vinna á. Og þeir eru ekkert að hugsa umhverfismál, feminisma eða þau mál sem að hinir flokkarnir telja sig þurfa að hafa á dagskrá til að fá að mega verið í pólitík. Og það eru þessi flokkar sem að ávarpa
annað fólk sem við getum kallað bara verkafólk, klassískt lágstéttarfylgi Sjálfstæðisflokksins og við fengum það bara beinni útsendingu í leiðtogaumræðuna þar sem að þetta fólk var í fyrsta skipti ávarpað í kosningabaráttunni, fólki sem hefur orðið undir í lífsbaráttunni og það breytti kosningunum sömu leyti. Ef vinstrið eða hægrið, klassísk hægrið, ætlar að ná aftur meirihlutastöðu þá verður ávarpað þessi 30% fólki sem er orðið eftir í samfélaginu. Það kannski engin tilviljun að slagur Samfylkingarinnar var látum hjarta ráða för og síðan er Inga Sæland með þessa áferð, umhyggju áferð. Þetta greinilega hefur talað til kjósenda. Já, það voru mikla tilfinningar á lokasprettinni, ég teki undir það og ég held að það sé vel og að tala það bæði eftir föstudaginn og í gær í kosningasjónvarpinu og við bara sem kjósendur við gott að sjá þessar tilfinningar og ástríðu. En ég held að sem við erum að sjá þessum úrslitum, það er náttúrulega ákveðið þetta frjálslyndi, það sannarlega var ekki sigur frjálslyndisins eins og við sáum það endurspeglast eftir kosningar 2016 sem Björt framtíð og Viðreisn náðu miklu betri árangri og Píratar heldur eru allir þessir flokkar að tapa en þannig að einhvers konar svona íhaldssemi eins og þú nefnir Egill en á hinn bóginn þetta heldur ekki sigur við erum ekki að sjá aukna skautun eða pólariseringu. Þú veist, jú, Vinstri græn vinna þess á, en það eru þessir miðjuflokkar, það eru náttúrulega miðflokkurinn og Framsókn og Samfylking, þannig að við erum heldur ekki að sjá einhvers konar svona upplausn á einhverju landslægi að allir séu bara að hópast í ólík horn. Heldur frekar fóru kjósundurinn, förum eitthvað á miðjuna. Þetta er næst versta niðurstaða Sjálfstæðisflokksins í hans sögu. Já, algjörlega. Þannig að og hægri vængurinn er orðinn allur kvarnaður, það er alveg nýst. Má ég skjóta aðeins inn? Við pröfum að ímynda okkur það að kannski er niðurstaða kosninganna ekki það sem þjóðin er að biðja um. Þegar þjóðin kemur að kosningum, þá kemur hún að hlaðborði að frekar ógirnilegu réttum. Það er enginn sem kemur þarna og segir vá, þarna er akkurat það sem ég langar í. Langflestir koma og láta sig hafa það versta. Þannig að það sem við erum að horfa á er kannski líka það að stjórnmálunum hefur ekki tekist að endurnýja sig. Hvaða hluti stjórnmálanna hefur tekist að endurnýja sig? Það er flokkur fólksins og miðflokkur Sigmundar Davíðs. Hinir flokkarnir hafa ekki náð að endurnýja sig við stórkostlega breytta tíma. Ég myndir einmitt segja þar að við endurnýja sig mjög mikið að minnstu kosti ef þú horfir á þingmennina. Þeir hafa upp til hópa að endurnýja sig en hvort er að endur skoða sín gildi og sín vinnubröð. Þess vegna er allir að brotna og tilstart hægri. Ekki Samfylkingin. Ég aðeins koma inn í þetta með ég er ekki sammála því að kannski að vinstri flokkarnir hafi verið að styrkja sinni sérstaklega mikið. Það verið svona tilflutningur inn á vinstri vængnum að Björt framtíð fer þarna yfir á Samfylkinguna og svo er það svona hreyfing á milli Vinstri grænna og Samfylkingarinnar mikið En ég held að það sem er kannski, maður spyr sig að ef maður horfir svona aðeins í svona lengra samhengi, það virkilega þannig að það sé tilefni í kjördæmi í rauninni meðal kjósenda fyrir alla þessa flokka. Af hverju eru þessi flokkar svona rosalega margir orðnir og fyrir hvað standa þeir og hvað er það sem er að gerast. Ég held að þetta endurspegli svolítið líka bara tíðarandan að þú ert með sem sé samfélagsmiðla sem að hafa mótað orðið sem sé samfélagið og þú ert með sem sé svona filterbubbles eða bergmálshella hér og þar, litla hópa og það er ákveðin valdefling sem hefur orðið hjá kjósendum sem að gera það verkum að þeim sem sé eru ekki reiðubúnir til þess að gangi gegnum þessi svona... Ég verð að stoppa þig, við erum að fara í fréttir og við komum aftur eftir örskamma stund. Komið sæl og velkomin aftur. Við erum hérna enn með álitsgjafana okkar og höfum fengið fleiri til okkar. Velkomin, Andri Snær Magnason, rithöfundur, Sigríður Dögg Auðunsdóttir, fréttakona og Eyþór Arnalds, framkvæmdastjóri. Við ætlum að halda áfram það sem frá var horfið, það er þessar niðurstöður kosninganna. Eyþór, við byrjum á þér. Þú náttúrulega hefur starfað fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Er þetta sigur fyrir hann og finnst þér líka beint við að hann fari í stjórn? Mér finnst það líklegast vegna þess að þarna er 8 flokkar og þarna er Sjálfstæðisflokkurinn svona burðarásinn í raun og veru í útkomunni. Það er hægt að mynda vinstri stjórn, tæknilega séð, en hún er með mörgum ólíkum flokkum og mjög veik, þannig að ég held að það væri eðlilegra að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki annarkvort á með Framsókn og flokkunum tveimur sem að koma mjög sterkir út, með 15 þingmenn, eða með VG. Og þá öðrum flokki. Þau sátu hérna 3, Bjarni, Katrín og Sigurður Ingi saman og
og þau voru alltaf að tala nauðsyn sko, þess að mynda breiða stjórn. Já. Og þegar ég tala breiða stjórn þá skil ég það bara sem stjórn sem spannar sviðið frá hægri yfir til vinstri. Já, ég held að það sé alveg réttur skilningur og breið stjórn það líka að vera með meira heldur en nauman meirihluta. Ég held að menn hafa brennt sig á því að vera með einsmanns meirihluta og þess vegna held ég að þurfa að vera 35 eða eitthvað slíkt sem ætti að fá. En þetta geti reynst mjög erfið sala fyrir Katrínu í sína grasrót. Þetta eru valdaflokkarnir tveir sem er búin að halda stjórnartaumana hérna árum og áratugum saman og kannski einhvern veginn ekki endilega það sem að Vinstri grænir eru að vilja með sínum atkvæðum. Nei, þetta er ekki óskaniðurstað fyrir neitt nema kannski Flokk fólksins og að fá þetta upp úr kossunum. En ég held að menn verði bara að kyngja stoltinu og hlusta á hvað kom upp og reyna að vinna saman og ég held að menn fari bara í það verkefni. Sigríður Dögg. Þetta er erfitt fyrir alla. Já, maður spekular í þessu, þetta verðist vera kannski þessi helstu minnstu, það er annars vegar sko 5 flokka vinstri stjórn eða þá einhver stjórn þarna hugsanlega yfir miðjuna eða já, Sjálfstæðisflokkurinn með, nú erum við farin að tala Framsóknarflokkana. Katrín talaði svolítið í nótt hans mér þegar var svona leit út fyrir að stjórnarandstaðan myndi ekki ná að halda ná meirihluta, að það var alltaf hennar óskastað og hún líka talað svolítið þannig aðdraganda þessara kosninga. Svo kemur það í ljós í morgun þegar síðustu tölur komnar þau geta náð meirihluta, þannig að mér finnst mjög líklegt að þessi flokkar byrja að tala saman. Það er náttúrulega miklu lengra þó að maður alveg halda því fram að Vinstri grænir og Sjálfstæðisflokkurinn sé mörguleiti mjög líkur flokkur, þá svona hvað var að skattamál sem hafa verið að höggva svo mikið í hvort annað núna í aðdragandakosningana, það verður svolítið erfitt, en ef að staðan er svona flókin eins og hún er núna, þá er alltaf hægt að segja bara að þetta var eina stjórnin sem var hægt að mynda og setla þannig þessu óánægju raddir í grasrótinni sem vilja ekki vinna svona langt til hægri annars vegar og langt til vinstri hins vegar. Þannig að ég held að sé alveg möguleika að báðir þessi möguleika sé í skoðun, minnst það bara eðlilegt. Sko þetta er mjög, segjum VG, Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, þetta er mjög landsbyggðargýruð stjórn og mér segja það sem kemur einhvern veginn upp úr kjörkassanum er að landsbyggðin. Það er mikið af landsbyggðarfólki sem er að koma inn og þú sérð hérna, við sjáum hvernig til dæmis misvægi atkvæði er að skekkja svolítið mikið niðurstöðu þessar kosningar. Og þetta sést til dæmis mjög vel í því hvernig Viðreisn er að koma út. Þeir eru frekar sterkir 10% hérna í Reykjavík en allt niður í 2% út á landsbyggðinu og maður heyrði það bara á þeim í morgun og í nótt að það var mikil vonbrigði og ég held að þau kannski ekki jafnvel átta sig á því að það væri svona rosalega mikill munur á stuðningi við þau eftir í En svo er náttúrulega bara beinlíst misvægi atkvæði, það er sem sagt það að Framsókn er að fara inn með minna fylgi en Samfylkingin en sko fleiri, talsvert meira fylgi Samfylkingin en fleiri þingmenn. Það gildir náttúrulega líka miðflokkinn sko, þannig að það er alltaf þannig sko. Og þetta er komið alveg upp í þetta má fara upp í 2 á móti 1, ef þetta fer yfir 2 á móti 1 þá skal þetta leiðrétt niður. Fækkaru þingmönnum í norðvestur og þetta. En það er önnur niðurstaða sem er að koma út úr þessum kosningum sem mér finnst menn ekki alveg hafa tekið eftir og hún er svo að það var í raun og veru kosið áherslur fráfarandi ríkisstjórnarflokka í því fjárlagafrumvarpi sem var lagt fram núna rétt fyrir kosningar og talað fyrir. Það voru velferðarmálin, það var innviðauppbyggingin, það voru mál sem var lutu að öldruðum og öryrkjum. Þetta voru kosningamálin, þarna sýndu stjórnarflokkarnir ætlun sína í þeim málaflokkum sem olli mikilli óánægju. Núna hafa þessi ríkisstjórnarflokkar tapað 12 þingmönnum. Þetta er málefnaleg niðurstaða af þessum kosningum og gleymum því heldur ekki að því hér var það bara fyrsta fréttin að Sjálfstæðisflokkurinn væri stærsti flokkurinn í landinu. Þegar það er orðin frétt, þá er illa komið fyrir Sjálfstæðisflokknum. Ég tek alveg undir þetta einhver leyti að þetta fjárlaga frumvarp sem var lagt fram núna í haust og þessi fjármálaáætlun, 3 ára áætlun, lagði náttúrulega línurnar fyrir það sem þessir 3 flokkar ætluðu að gera. Það var náttúrulega ákveðin málamiðlun þar inni en mér fannst þessi fjármálaáætlun og þessi fjárlög alls ekkert í samræmi við þau loforð sem þessi flokkar gáfu fyrir síðustu kosningar fyrir bara ári síðan. Þess vegna finnst mér kannski hluta af skýringunni vera þá að þessir flokkar fá svona
slæma útreið í þessum kosningum á vissu marki er að það svolítið erfitt að vera búin að leggja fram fjárlagafrumvarp og koma svo með einhverjar aðrar hugmyndir og segja sér að gera þær eins og í heilbrigðismálum. Það náttúrulega alltaf þetta sterka ákall að bæta velferðarkerfið og bæta heilbrigðiskerfið og einhvern veginn skilur maður ekki að sé hægt að mynda ríkisstjórn núna án þess að það sé bara númer 1, 2 og 3. Ég minna á að ríkisstjórnin var búin að missa fylgið bara leiðum var mynduð. Þetta var óvinsasta ríkisstjórn sögunar, en endaði með lægra fylgi heldur en hrunstjórnin og ISAF-stjórnin og Panama-stjórnin á sínum mestu svæðum. Þannig að þjóðin var búin að hafna stefnu þessar ríkisstjórnar. En það var alveg fáránlegt að búa til nýja stjórn sem var með meira og minna sömu stefnu. Því að ef eitthvað var hafnað í kosningunum, þá var það stefna síðustu ríkisstjórnar, mestu hægri stjórnar sögunar. Þessi ríkisstjórn náttúrulega kolfallin og var fallin fyrir kosningarnar og ég held að menn átta sig á því að margt af því sem var inn í þessum áætlunum var ekki gott eða rétt og Sjálfstæðisflokkurinn hefur bakkað til dæmis út úr ýmsum málum sem voru þarna inni, bæði einstakir þingmenn og forystan í aðdraganda kosninganna. Þannig að menn fara með allt öðrum hætti inn í þetta og þeir sem töpuðu mest eru náttúrulega Björt Framtíð sem slítu þessi ríkisstjórn og það er dálítið sérstakt. En hún var búin að tapa á því að vera í henni áður. Hún tapaði bara í janúar. Og það má líka minna á það að það hefur aldrei verið lífvænlegt fyrir nokkurt félagshyggjuflokk að fara í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks. Það var alltaf endað með óskum. En það er náttúrulega sá sem tapar stærst í þessu kosningu fyrir Björt Framtíð er bara fjármálaráðherrann sjálfur sem að nær varla upp í alþýðufylkingar fylgi þarna í sínu kjördæmi, Hulda. Já, mér langar að koma inn á það sem að Eyþór var að segja með að Björt Framtíð tapast og það er athyglisvert. Þau náttúrulega reyndu að selja sig í þessari baráttu á því að við fylgdum okkar prinsipum. Það er eiginlega bara engin salur fyrir því sem er svolítið athyglisverð svona þverstæða meðal íslenskra kjósenda. Við erum að biðja meiri heiðarleika og gegnsæi í íslensku stjórnmálum en síðan þegar Björt Framtíð gerir það sem hún gerir þá er henni algjörlega refsað af því það er líka hitt sem við erum á móti og það er það sem er þvert algjörlega á málefnin og það er þessi ósk stöðuleika. Nú verðum við náttúrulega bara að fá ríkisstjórn sem er með pólitískan stöðuleika. Þetta er náttúrulega hinn langvarandi afleiðingar hrunsins og þá held ég að fólk er að vonast eftir þessu samtali sem vorum að vonast til að fá síðast. Flóknar stjórnarmyndunarviðræður að þær myndi kalla á samstarf og svona hugmyndafræðilegar vangaveltur eins og Kristrún Heimi sagði hér í gær. Hvað er stjórnarkreppa, hvernig leysum við hana? Kannski kemur Guðni forseti núna sterkur inn og ræðir þessi mál þegar hann veitir stjórnarmyndunarumboðið. En þetta er auðvitað einn skýra krafa og ná auðvitað þessi nefnið heilbrigðismálin og svo framvegis. Það er náttúrulega merkilegt að það myndi kannski reyna á sköpunargáfu og vit og þekkingu forsetans meira en áður. Já, mögulega, svona í þessu eintali við forystumennina. Ég held að það sem eitt sem getur verið að koma upp úr þessu núna, til dæmis, er svona fyrir bara eins og samsteypu minnihlutastjórnir eins og við þekkjum. Það eru nokkrir flokkar sem sé, Ólína var svona aðeins að tala sem sé að flokkur fólksins gæti fengið velferðarnefnd eitthvað slíkt ef þau væru með, en menn gætu sem sé verið með miklu breiðar og fleiri flokka með, þó þau séu ekki allir í þessu sama mynstri eins og hefur verið að þau séu með ráðherrastól og svona formlegu hluti af ríkisstjórninni. Það væri svona kannski dálítið skandalegt. Andri Snær, þú varst bjartsýnn á Facebook í morgun, sagði þetta yrði allt í lagi og sást fyrir þér svona vinstri miðju stjórn einhverja? Mér finnst þetta allt svo mikið kaos í gærkvöldi og í rauninni gegnum allar þessar kosningar. Það var að fara út í eitthvað rugl, fannst mér og... Það er svona svolítið engin niðurstaða. Og sá einhvern svona skýra mynd en svo hugsaði ég bara, borgin gengur ágætlega. Fólki gengur vel að vinna saman, það eru margir flokkar þar. Lilja er með breiða tilhöfðun hjá Framsóknarflokknum, það er ekki lengur þessi polariseraði Framsóknarflokkur sem var áður. Eða ef að Framsókn, VG, Samfylking, jafnvel Viðreisn og Píratar mynda stjórn, ég held að það geta alveg hangið og geta jafnvel verið bara nokkuð breið tilhöfðun og ég sé ekki að það þurfa að vera eitthvað svona neinir stórir punktar sem að þurfa að steita á þar. Þannig að þessi svona nýja Framsókn eða Framsókn sem stendur eftir að hópurinn fór að þessi flokkur sé núna orðinn fýsilegu kostur fyrir Þetta er svona dálítið vinstri stjórn með smá Framsókn og síðan svona sjálfstæðislæt þarna. Það geta alveg verið bara eitthvað sem er mjög erfitt fyrir fólk að vera illa við. Það er merkilegt að upplifa hvað vinstrimenn eru orðnir skortnir í Framsókn eftir að Sigmundur fór. Ég hef ekki talað svona vel Framsóknarflokki síðan Steingrímur Hermannsson var þar hérna á Eitt var með Framsóknarflokkina og því að þú varst að tala nýja Framsókn. Það er áhugavert að sjá þessa
kynja hlutföllin í þingflokkunum líka núna eftir þessar niðurstöður, að Framsóknarflokkurinn kemur þar með hæsta hlutfall kvenna. Ég held að þetta sé 80 og eitthvað prósent, það eru 6, mann ekki alveg hvernig það var 80 eitthvað prósent konur, en sá sem kemur verst út Miðflokkurinn með 13% konur. Þannig að virðist sem bara kallarnir hafi farið úr Framsóknarflokknum yfir í Miðflokkinn og búið sér fram þar og fengið náð kosningu. Aðrir flokkar eru, þessi 2 nýju flokkar, Miðflokkurinn og Flokkur fólksins, eru með 25% kvenna í þingflokkunum sínum. Aðrir eru jafnari, Viðreisn eini flokkurinn sem 50-50, en athyglisvert einmitt að sjá þetta, þessi 2 nýju flokkar, þeir eru með enga áherslu virðist vera á jafnréttismál, en ná samt svona óvæntum úrslitum. Við horfum á þess að út úr þessu kosningum, eins og Andri var að tala hvað við að lesa út úr þessu, þá það alveg klárt að það ekki vinstri bylgja, því að vinstri flokkarnir voru að mælast mun meira í könnunum, en niðurstaðan var önnur, og vinstri flokkarnir 2 sem mynduðu vinstri stjórnina 2009, þeir eru að fá miklu minna fylgi, heldur en Framsóknarflokkarnir og Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis, ef við horfum á það þannig. Og það sem gerist það að landsbyggðin kemur greiðlega sterk inn og það fjölgar röddum á þingi, raddir fólksins sem voru nú þarna út á torgi eru svolítið komnar inn. Guðmundur Kristinn Ingi sem satt úti á Austurvelli í árum saman, hann komin inn í salinn núna að mótmæla, það svona. En gleymum því samt ekki og fjórflokkurinn, ef við klára þetta, bara fjórflokkurinn orðinn að áttfætlu, en ákallið sem við sjáum svolítið út úr þessu samt að fólk vill meiri stöðugleika. Ég skal andmæla þessu. Ef fólk var að biðja meiri stöðugleika, þá hefðu það kosið eitthvað stóru flokkunum. En það ekki að gera það. Frá hruni hefur fólk verið að biðja allt annað en stöðugleika, verið að biðja breytingar. Fyrst hallaði sér á gömlu vinstriflokkunum 2009, svo fór það að vera á Sigmund Davíð 2013 með töfralausnir. Og aftur núna? Nei, síðan fór það með eitthvað svona Macron, eitthvað frjálslynda. Fór nú með Pírötum líka. Já, með Pírötum. Og núna komaður og raunverulega allir hefðbundnu flokkarnir fá á kjaftinn, en 2 nýju flokkar kom inn á þing. Þannig að almenningur er alltaf að biðja einhverja breytingar, en stjórnmálaflokkarnir svara því ekki. Það vandamálið. Framsóknarflokkurinn fær 15 þingmenn með þessum 2 flokkum. Já, en gleymum því nú heldur ekki að bæði Vinstri grænir og Samfylkingin að styrkja stöðu sína alveg gríðarlega í þessum kosningum. Og að því að en kannanir eru ekki kosningar. Kosningarnar eru alltaf hinn endanlega marktæka könnun. En þetta samt ekki nema samanlagt 30%. Og innan við það. En við verðum samt að horfast í augu við það, þetta eru svolítið nýjir tímar í stjórnmálum og alveg svo Gunnar Smári segir, þá búið að vera ákall frá kjósendum æði lengi svolítið aðra nálgun í stjórnmálunum og þessi niðurstaða býður einmitt upp á það. Þannig að ég sé ekkert nema skapandi kosti við fjölda flokka á Alþingi Íslendinga núna. Nýju flokkarnir eru Sigmundur Davíð og Inga Snæla. Ég tek undir það að þetta ég enda mér til efs að kjósendur sem heild kalla eftir ykkur, fólki kalla eftir ykkur, þannig að bara hver og einn sem tekur sína ákvörðun og það svona erfitt að tala þetta sem ákall fólksins. En ég sammála þessu, þetta býður mögulega, nú kannski full reynt að skipta inn á út af. Það búið að vera mjög, eins og við erum búin að tala hérna, miklar mannaskiptingar á þingi. En nú lag að mögulega hegðun fólks ákvarðast af persónuleika þess og aðstæðunum sem það í, ekki satt. Og kannski ekki nógu mikið búið að breyta aðstæðunum sem fólk í. Nú lag til að vinna með það. Þá mögulega með stjórn sem spanna frá hægri til vinstri, dregur þá úr mögulega polariseringu sem að eiga sér stað hérna minnst okkar í umræðinni, kemur í veg fyrir að við upplifum hluti eins og Bandaríkin eru að upplifa svona öfluga polariseringu. Svo annað sem að 8 flokkar á þingi mögulega svona ófyrirséðar afleiðingar kannski að það eru minni þingflokkar. Það færri aðilar til að kynna sér málin, getur verið erfiðara fyrir flokkana til að vinna skilvirkt á þingi og setja sig inn í öll mál. Það frækt að Píratar sagði við erum bara svo fá, við náum ekki að setja okkur inn í. Og Björt framtíð alveg stórkostlega vandræðan í síðustu kosningu því þeir höfðu bara ekkert. Kannski þeir eru erfiðara samstarf milli flokkarnir á þingi geta líka leita samstarfs út fyrir þingið. Þeir geta leita samstarf í verkalýðshreyfinguna, inn í
í alls konar félagsamtök, það getur orðið endurnýtt fulltrúalýðræði, verði verið fulltrúar fyrir eitthvað annað en eigin hugmyndar hvað almenningur vill. Það það sem að drepa stjórnmálin, þau eru bara lost in space. En Andri, þú ert nú maður sem hefur velt mikið fyrir skapandi hugsun, að þessi möguleiki að koma eitthvað svona skapandi út úr þessu. Pólitísk Í gær einhvern veginn hugsaði maður þetta bara vandræði, þetta bara vandræði. Mér fannst ég held til dæmis bara hvert út á við og svona í samtímanum að þessir framsóknar og sjálfstæðisflokkar með 25%, 13 til 25% af kvenþingmönnum, það gengur ekkert upp 2017 sko. Og þau skilaboð síðan út í heim héðan, þau ganga heldur ekki upp. Það er búið að vera allt of hrikari pressa þessa fulltrúa og þetta, þannig að það verður að vera mjög gagnger breyting, sérstaklega ef þessi kosningar kom upp úr ofbeldisumræðu, þessari MeToo-bylgju og öllu þessu kvennabylgju, að það kom einhver svona karlastjórn, það virkar ekki. En það skilar sér ekkert, og það er nefnilega merkilegt að sko, ríkisstjórnir að springa hérna út af málum, stórum málum, eða einhverju sem við upplifum sem stór mál, en síðan verða það ekkert aðalatriðin í kostningunum sem eru síðan handlar. Þá fyrir við að tala eitthvað allt annað, þá fyrir við bara að tala hérna vexti. Það er mjög skýr kvennameirihluti á þingi. Það er mjög skýr meirihluti. Eina máli sem var ekki farið í núna var kvótamáli. Þú sér fyrir þér svona einhverja feministka stjórn? Illu heilli. Ég meina, þú sér hvernig Þorgerður talar, þú ert með Katrínu og Lilju og síðan Samfylkinguna, að þetta eru allt flokkar sem eru mjög samhljóða í þessum málaflokkum. Og það munu bara að gefa strákunum frí? Ég sé fyrir mér svona mjög þungan minnihluta á næsta þingi, svona þungan, svona reiðir kallar. Það er alveg möguleiki að MeToo og þetta hafi skipt máli, en það skiptir auðvitað ekki alla máli. En þá sem þetta skiptir máli, þeir kjósa þá til samræmis og þau atkvæði fara þá á þessa flokka sem gefa sig út fyrir jafnrétti. En síðan náttúrulega líka spurði örugglega fullt af fólki sem þetta skiptir mjög miklu máli, en síðan er bara annað sem skiptir ennþá meira máli. Kosningaflokkar snerist sskattamál, hún snerist ekki stjórnarflokkinn. Meira að segja, Benedikt komst klaufulega orðið varandi þá og sagði þetta. En á endanum þá breyttist staðan frá skoðanakönnunum meðal annars vegna þess að það var fjallað skattamál. Sjálfstæðisflokkurinn tókst að koma skattamál. Og ég held að skoðanakönnurnar hafi ekki verið vitlausar. Ég held að þær hafi endurspeglað hvernig ástandi var og VG var með 30%, en á endanum þá fór þetta svona. En það er rosalegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn ef þessar kosningar snerist efnahagsmál og verið með mesta góðar í sögurnar og flokkurinn að slefa með sama og eftir hrun. Það er gott að þú ráður að Sjálfstæðisflokkinn. Ég býtu, hvað hefur gerst fyrir flokkinn? Mér langar svolítið að klára þetta, er það ekki rétt þannig með kannski að spyrja hvernig kosningabaráttan var og það á eftir að verða umræðu það hvernig kosningabaráttan var háð og þessar nafnlausu auglýsingar og ég meina, var þetta skítug kosningabarátta? Við erum að sjá líka sko samtök fyrir utan stjórnmálaflokkana sjálfa, þetta er svolítið svona amerískt, sem að koma og auglýsa ekki nafni flokkana, heldur svona þeim til stuðnings en utanfrá. Þeir eru náttúrulega stofnuð af stjórnmálaflokkunum, þetta eru náttúrulega leyniherdeldir stjórnmálaflokkana hlýtur að vera. Það þarf ekki vera. Nei, það er nú ekki. Mig grunar það, ég held að það sé ekki svo. En það er væntanlega umræðan sem hlýtur að það hljóta að vakna, hverjir hagnast á þessari. Og líka svolítið hvað afleiðingar hefur þetta? Er þetta virkilega að fæla fólk frá því að kjósa þennan flokk sem þetta er beint gegn? Eða er þetta að fæla fólk frá því að kjósa almennt vegna þess að það finnur ekki neitt annað í staðinn? Því miður er það þannig að reynslan hefur sýnt til dæmis í Bandaríkjunum að neikvæðar auglýsingar virka betur en jákvæðar. Það er mjög leiðilegt. Þetta er svo skattakarl og ekki bara auglýsingar, þetta er líka neikvæðar fréttir, selja meira. If it doesn't bleed, it won't lead, segir Los Angeles. Og þess vegna er slúðpressa, gulapressa, neikvæðarpressa og ráðist á mannin þegar að boltinn er ekki það er ekki nóg bara að ráðast og segja að tala nafnlausu auglýsingarnar, heldur eru umræðan í heild rosalega ræti. Birgir, hvað segir þú? Ég held að þetta sé nú skiptir dálítið miklu máli bara hvernig þetta er gert sko. Þetta er líka ef þetta er gert sko með passa sig að fara ekki yfir striki. Ég meina við heyrið það að menn talaði Bjarni talaði hér það áðan sko að menn hefðu farið yfir striki sko. En ef við ná að komast upp að strikinu og halda sér svona sko, þetta er þetta bara svona tæknilegt. En þetta er auðvitað bara hluti af því sem gerist með sem sé þegar við komum með alla þessa samfélagsmiðla eða þessa samfélagsmiðla sem bjóða upp á að það að hver og einn geti farið þarna inn í þetta. Að þá getur haft þessi, sko þetta er auðveldara heldur en það var
og auðveldar að gera þetta þá einu eins og ég segi nafnlaust. Mér finnst þetta óþægilegt, það sem mér finnst kannski óþægilegast í þessu er ekki sjálfur auglýsingarnar, það er að vita ekki hverjir standa bak í því og vita ekki hver borgar brúsann. Það er það sem er kannski vandinn við þetta. Og þetta er svona hjáleið fram hjá Þetta virkaði fyrir Sjálfstæðisflokkinn í fyrra. Þetta var í fyrra og virkaði fyrir Sjálfstæðisflokkinn í fyrra og kosningar svolítið eins og Eurovision, það leika allir sigurlagi frá því fyrra. Þess vegna er bara hættan við að þetta haldi bara áfram og vaxi. En menn posta náttúrulega inn á, þetta er alveg nýr veruleiki að við vitum í raun ekkert hvernig kosningabaráttan fór fram. Nei. Yfirleitt gat maður flett mokkanum eða horft í sjónvarpi og þá vissi maður hver var að spreða, en ég veit ekkert hvað mamma sá sinni tímalínu á Facebook eða Siggi frændi fyrir norðan, ég hef ekki hugmynd það. Sonur minn var að skoða skákdæmi á YouTube og þar voru að glumdu alveg auglýsingar þar stöðum. Og það allt í einu, já, þarna er þetta allt að gera. Og það er búið að fá 10.000 áhorfar. Miklu fleiri heldur en í fyrra. Þetta er yfir 100.000 núna þessar auglýsingar meðan það var kannski 10.000 í fyrra. Og það sem þetta gerir, rannsóknir sína, þetta dregur úr kjörsókn og þegar þetta er inn á samfélagsmiðlum, er inn á YouTube, þá fer þetta náttúrulega unga fólki og þá dregur mögulega, við sjáum að mjög mikið aldurstenging dregur úr kjörsókn, stuðningi við vinstriflokkana. En hún var reynda betri í kjörsókninni núna? Hún er 2% betri, en þetta er náttúrulega grefið undan, ég leyfi mér að fullera þetta grafið undan lýðræðinu, svona auglýsingar. Þetta kæfir náttúrulega líka alltaf eðlilega umræðu og skekkir svo málefna umræðu sem þarf að vera grundvöllur þess að fólk geti tekið upplýstar ákvarðanir í kjörklefanum. Við erum alltaf að auglýsa eftir kurteisum stjórnmálum að eitthvað leyti en ég hrættur að okkur verði ekki óskokkar næstu árin að það muni frekar fara í hináttina. Það hætti því. Það sem er kannski líka svona svolítið ógnandi við þetta er þessi möguleiki á markhópa sem sé miðun eða hvað maður að segja. Þú beinir þessu að tilteknu markhópum, þú beinir þessu að ungu fólki, beinir þessu að landsbyggðarfólki eða borgarfólki eða hvernig sem það er. Og þú hefur mismunandi skilaboð, já, og hinir sjá það ekki. Nú ætla ég að gera svona svolítið eins og hún Þóra þarna dag. Hver heldur þið að verði, nei, hver heldur þið að verði forsætisráðherra? Ég vona að Katrín Jakobsdóttir verði forsætisráðherra. Ég spyr haldið. Já, ég vona það. Gunnar. En það veldur hver og heldur. Sigur Ingi, Eyþór. Ég get ekki að spá það. Ég held að verði hins vegar góð stjórnmálagi. Mér finnst erfitt að spá óorðna hluti. Það er bara þannig. Mér finnst mjög líklegt að Bjarni verði það áfram, sko. Sigga. Ég þori ekki svara sig. Ég breiði á Kötu. Þú ætlar bara við á Kötu? Já. En þetta er ekki sem sé óska, þú hefur stillað því upp, sko. Þetta er bara sem sé að reyna að leggja eitthvað mat á það, sko. Við komumst ekki lengra með þetta. Takk öll kærlega fyrir komuna. Við ætlum að fá til okkar nokkra nýja þingmenn hér bara að vörmu spori. Komið sæl aftur, þau eru sestna hjá okkur Bergþór Ólason, nýr þingmaður Miðflokksins, Helga Vala Helgadóttir, nýr þingmaður Samfylkingarinnar og Ólafur Ísleifsson, nýr þingmaður Flokks fólksins. Velkomin öll sömul. Það verður að segja því að það er búið að vera mjög erfitt að undirbúa þennan panel. Því að fólki sem við ætlum að vera með það komst fæst inn á þing. Já, við erum búin að hringja í mjög marga og undirstingað fólk og svo var það dettandi út og sem inn aftur. En þið eruð inni. Það er voða auðvelt fyrir okkur að hlæja þessu. Þetta er auðvitað mjög taugatrekkjandi fyrir þá sem að voru að detta inn og út. Til hamingju öll sömul. Ólafur, við byrjum á þér. Þið getið verið nokkuð stolt af ykkar frammistöðu í Flokki fólksins. Eru þið öll hoppandi kátt og fagnandi? Heldur betur, við erum afar ánægð með þennan árangur sem við náðum. Við sem sagt tvöfölduðum okkar fylgi frá kosningunum í fyrra og 3,5 í eitthvað kringum 7 eða hvað hann var. Og þannig að við getum ekki annað að vera mjög glöð. Við lítum svo á og áður ég segi það langar mér bara að segja hérna í sjónvarpinu að auðvitað tekum maður svona kjöri af auðmýkt og með þakklæti fyrir stuðninginn og fyrir vinnu allra þeirra sem eru lögðu hönd á plóg. Ég tel að við höfum náð að verða svona heilsteyptur málsvari í augum ýmissa þjóðfélagshópa sem að svona hér hafa verið svolítið útundan í öllu þessu góðæri og okkar erindi hér er að rétta hlut þess fólks og það er okkar... erfitt með að staðsetja ykkur svona svolítið á litrófinu. Hvernig lítið þið á ykkur? Já, kannski er þetta litróf bara orðið eitthvað úrelt, sko. Já, eru þið hægri eða eru þið vinstri eða það? Já, þú ert að tala um þetta svona gamla litróf. Við erum kannski bara í svona, við erum kannski bara á 9 tímum. Hvernig finnst þér ef þið eru kallaðir popúlískur flokkur?
Ég get ekki verið að neitt að kippa mér upp í það ef að fólk vil velja okkur eitthvað slík orð og hefur ekki einu sinni nægilegt vald á íslensku tungu til að orða það á íslensku, þá get ég ekki verið að neitt að velta því fyrir mér. Við erum ábyrgur flokkur, við viljum festu ábyrgð, við erum með skýra málaskrá, við viljum rétta hlut fólks og við höfum verk að vinna. Ertu sammála því að, sem við vorum verið að tala áðan að fólk, að það einhvern veginn stjórnmálin hafi dottið úr takti við fólkið og ríkisstjórnir hafi ekki verið að gera það sem að fólkið ætlaðist til að kjósendur ætlaðist til að yrði gert? Sko ég tel að þessi, ef ég má leyfa mér að kalla það svo, þessi kosningasigur okkar, hann er náttúrulega skýrt ákall breytingar. Já, Helga Vala. Já. Til hamingju með þitt sæti. Takk. Voru þið að vonast eftir fleiri þingmönnum? Finnst þér þetta að vera sigur eða tap fyrir ykkur? Nei, þetta er sigur. Við erum auðvitað að meira en tvöfalda og næstu því þrefalda það sem að flokkurinn fékk í fyrra. Þannig að við erum auðvitað hæstánað. Ertu að setja stefnuna á ráðherrastól? Nei. Við vorum með kosningar í gær, eigum við ekki aðeins að... Nei, en ég vona að það verði mynduð bæði svona miðju vinstri stjórn, velferðarstjórn. Mér finnst það skipta alveg ofsalega miklu máli að við vöndum okkur, en líka að við reynum að mynda stjórn sem að er svona, þar sem fólkið treystir hvert öðru. Af því að ég held að þessi stjórn verði að vera mynduð ákveðið traust, að maður treysti því að fólk sé ekki að hlaupa út undan sér, að það sé ekki í einhverju svona sérhagsmunagæslu, að við þurfum ekki að upplifa einhverja skandala á auðvitað innlendum aðalega en líka alþjóðlegum vettvangi. Ég hef oft á undanförnum árum einhvern veginn, og veit að það er svo fleiri, upplifað svona þar sem að mér verður bara illt í maganum að vandræðagangi þegar að sérstaklega alþjóðlegu fjölmiðlar segja bara hvað er að gerast á Íslandi. Mér finnst það mjög óþægilegt og mér langar einhvern veginn bara að biðja alla 63 og ég er búin að lofa því að vanda sig, að hugsa áður en þið framkvæma, er ég ekki örugglega réttu megin við En þetta er orðið svona löng saga, við erum með stjórn Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar sem hrökklast frá, við erum með síðan vinstri stjórnina sem að í rauninni missir meirihluta sinn einhvern tímann á kjörtímabilinu og þú veist, það sem allt tvíst, já það var nú kannski Icesave málið sem fór verst með hana, svo erum við með Sigmundarstjórnina og hún hrökklast frá og síðan þessa, þannig við erum að horfa upp á núna meira en áratug af vandræðum. Já, en að því að þú tekur Jóhönnu stjórnina inn á milli, þá satt hún út heilt kjörtímabil í undir ómennsku álagi. Við erum að tala gjaldþrota ríki og þau komu ríkissjóðu upp á núllið. Þau kláruðu mjög mörg risastór mál. Bergþór. Þannig að það er auðvitað mjög skrítið að tala svona það, en það er aðalega bara þetta að hrökklast frá út af einhverju svona iffi í siðferðismálum. Það er hrikalegt. Bergþór, þú kemur úr Sjálfstæðisflokknum. Það er mikið rétt. Starfaði fyrir Sjálfstæðisflokknum, aðstoðarmaður Sturlu Böðvarssonar. Varst ekki varaþingmaður líka? Nei, ég var ekki varaþingmaður. Nei, þú varst það ekki, en þú ferð inn í miðflokkin. Já. Hvers vegna ferðu úr Sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin? Nú það er nú í rauninni skýrist helst af því að ég hef bara við Sigmundur höfum unnið saman í ýmsum verkefnum í gegnum tíðina og ég þekki hann vel og treysti honum og hann hefur sett fram gríðarlega spennandi sýn varðandi það að halda áfram þessum verkefnum sem var ýtt úr vör 2013-2016 og varð síðan hlé á eins og við þekkjum öll og það er í rauninni megin ástæðan fyrir því að ég fer með honum í þennan slag. Það var ekki sérstakur áhugi á það því að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn per se. Ég var búinn að vera á hliðarlínunni árum saman að reka mitt fyrirtæki og nú bara ákvað ég að stíga inn á pólitíska sviðið aftur. Þannig að það var ekki dýpri pælingar en það. Finnið þið fyrir, nú komið þið á þing og þetta er svona ákveðin sigur og þetta er töluverður fjöldi með við flokkað mitt sem var stofnað bara fyrir nokkrum vikum síðan. Gerir þið ykkur vonir að komast jafnvel í ríkisstjórn? Það hefur verið að gustar í kringum formanninn ykkar, hefur gert það frá því að hann var forsætisráðherra og svona oft margir sem að lýsa yfir svona kannski efasemdum að vilja endilega vinna með honum í ríkisstjórn. Já, það er nú þannig að þeir sem aldrei slettist á, þeir koma nú litli í verk.
En ég hef ekki áhyggjur af því að það verði vandamál að vinna með öðrum flokkum. Það menn verða auðvitað pragmatískir eftir kosningar, það þarf að koma saman starfhæfur í ríkisstjórn og þar liggur fyrir að innan Miðflokksins býsna mikil reynsla þó að flokkurinn sé nýr og það auðvitað búið að vera mikið átak að koma honum á legg ef svo má segja á þessum stutta tíma og taka síðan þessa snörpu kosningabaráttu í framhaldinu. En ég held að við þurfum núna að einbeita okkur að því að svona slíðra sverðin og reyna að finna hvar þeir fletir eru sem menn geta náð saman og ef svo má segja draga línu í sandinn og halda áfram til að vinna land og þjóð til haga. En kannski eitt atriði ég fæ að koma inn á það, af því að það var rætt hið ómennska álag sem Jóhann og Steingrímsstjórnin var undir. Það hefði verið miklu minna hefðu þau ekki farið í þessa 3 Icesave-leiðangra, hefðu þau ekki reynt að koma þjóðinni inn í Evrópusambandið og farið í öll gæluverkefnin, hefðu þau bara einbeitt sér að því að endurreisa efnahag og svona samfélagsstörf. Þau voru líka að gera það, en þau tóku öll aukaverkefnin sem voru Hvernig ríkisstjórn getur þú séð fyrir þér, Bergur? Eftir kosningar, í framhaldi af kosningum gærdagsins. Ég held að ég hef nú svo sem verið alveg skýr með það á meðan í kosningabaráttunni að ég hef haft miklar áhyggjur af það sem ég hef kallað áhuga vinstri framboðin á umtalsverðum skattahækkunum. Ég held að það sé ekki það sem við þurfum núna. Þannig að ég vildi gjarnan sjá ríkisstjórn myndaða frá miðju og yfir til hægri. Svo ég segi það svo með ykkur hugsanlega Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki. Það er einútsærslan sko. Hvað segir þú? Flokkur fólksins að fá frábæra niðurstöðu og það er engin ástæða til þess að þeir myndu ekki gefa mikið af kröfum sínum bættan aðbúnað sjúklinga og öryrkja en það í sjálfu sér á pari við það sem við Miðflokksmenn höfum verið að segja í kosningabaráttunni. Hvað segir þú ríkisstjórn? Við erum að sjálfsögðu í stjórnmálum til að hafa áhrif og til þess að koma fram okkar málum og við erum í nýju pólitísku landslagi, það hafa aldrei jafnmargir flokkar átt fulltrúa á Alþingi. Þetta leggur auðvitað miklar skyldur og ábyrgð á herðar kjörinna fulltrúa. Sá kostur sem að virtist vera á borðinu síðustu daga fyrir kosningar, 3 flokka vinstri stjórn eins og stundum er kölluð, það má eiginlega segja það að þeim kosti hafi verið hafnað. Það kannski var ekki sérstök vinstri sveifla og heldur ekki neinn sérstök hægri sveifla í þessum kosningum, en það er ákall breytingar og ég segi nú bara eins og hefðbundið er að segja við aðstæður eins og þessar, við útilokum ekki samstarf við neinn, við viljum auðvitað helst vinna með þeim sem að vilja vinna með okkur að þeim málum sem að við setjum á oddinn. Við rákum jákvæða kosningabaráttu á forsendum bjartsýni framtíð þjóðarinnar í landinu og höllum ekki orðið hér á nokkurn mann, þannig að ég bara vísa til þess hvernig við höfum gengið fram og til okkar málefna. Mér langar að spyrja þig aðeins, Helga Vala, eins og við sögðum hérna upp að við áttum pínlítið bátt með að manna þennan panel með nýjum þingmönnum og ekki síst út af kynjahlutfalli og eins og við höfum rætt hérna í allan dag. Þetta eru margar konur að fara út og allt of fáar að koma inn og ykkar flokkar, herra mínir, það eru margir karlar hjá ykkur. Hvað segir þú þetta, Helga Vala? Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir þjóðþingi. Já, þetta er svolítið magnað. Ég var einmitt að ræða þetta hérna á kaffistofunni áðan með þessum ágætu mönnum og þeir höfðu nú ekki miklar áhyggjur af þessu. Í Miðflokknum eru 6 karlar og 1 kona. Hjá Flokki fólksins eru 3 karlar og 1 kona og mér finnst þetta auðvitað ótrúlega sorglegt árið 2017 að við séum með þetta svona. Nú kunna einhverjir að jesúsa sig og segja hvaða máli skiptir þetta, erum við ekki öll eins. Þetta skiptir máli. Þetta skiptir töluverðu máli af því að við erum ólík. Það er bara þannig og við einhverja hluta vegna þá stjórna konur öðruvísi heldur en karlar og þær koma öðruvísi fram en karlar. Ég er ekki að segja að annað sé betri en hitt, en það er mjög mikilvægt að Alþingi sé þverskurður af þjóðinni og konur eru helmingur af þjóðinni. Þannig að það er mjög skrítið að hafa engar áhyggjur af því hvernig þetta raðaðist upp núna og það eru þetta að bera flokkarnir sjálfur mjög mikla ábyrgð. Ég skal nú ekki segja hvort orð féllu nákvæmlega á þann veg sem hér var vísað til, en ég get sagt að við í Flokki fólksins erum ákaflega
jafnréttissinnu, við leggjum mikla áherslu á jafnrétti og mannréttindi almennt. Þannig að okkur auðvitað kappsmál að hlutur kvenna sé ekki fyrir borinn í íslensku samfélagi nema síður sé. Bergþór, vilt þú svara þessu? Bara örstutt, þetta svo sem ekki mig, en ég reyndar hef mist af samtalinu á kaffistofunni, en það svo sem ekki stóra málið, en þetta raðaðist auðvitað þannig hjá okkur í Miðflokknum að það var Guðfinna Jóhanna sem var í oddviti í Reykjavík Norður. Hún nær því miður ekki inn, jöfnunarþingmaður sem að rokka á milli kjördæma hjá okkur í gegnum nóttina. Annað sætið skipað konu, þannig að en féll síðan þeim megin sem karlmaðurinn satt, þannig að þetta myndin hefði geta verið önnur, en það auðvitað bara markmið, já, það bara eins og lífið að röðunni var svona og en þetta auðvitað bara markmið að auka hlut kvenna hér eftir sem hingað til. Við erum að verða búið með tíma, langar að spyrja bara örstutt í lokin, hver á að fá stjórnarmyndarumboð? Já, nú forsetanum auðvitað, nú kemur til kasta hans, hann þarf auðvitað að meta þessa stöðu og ef einhver getur sagt við hann að hann telji sig mjög vænlegan til þess að geta verið með starfhæfan meirihluta að baki sér, þá hlýtur hann að hugsa það mjög vel. Ég ætla bara að segja eitt og það það að þessar kosningar alveg skýr krafa pólitískan stöðuleika og að það verði látið af þessum einsás kjörtímabilum eins og hér í svona vissu skilningi tíðkast og að hér verði mynduð starfhæf ríkisstjórn sem að vinni hér í þágu þjóðarinnar út kjörtímabili. Helga Vala. Já, krafa pólitískan stöðuleika, þá lítur forsetinn að hugsa til þess hvaða flokkar eru líklegir til þess að ná slíkum stöðuleika og getur þá beitt útilokunar aðferðinni með að við síðustu 2 ríkisstjórnir. Ég held að eins og Guðni hefur gert þetta, þá kallar hann alla inn og kannar hvaða meirihlutar eru í kortunum, flokkarnir eru að tala saman. Ég held að það verði stjórnarandstaðan sem var, mögulega pluss Viðreisn, það náttúrulega mjög góður meirihluti. Þannig ég held að það sé rétt að hafa það þannig. Bergþór. Ég held að valkostirnir séu 2, það annars vegar Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins sem formaður stærsta flokksins og síðan sé það þá Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem formaður þess flokks sem vann hvað stærstan sigurinn því að 10,9% á landsvísu er ekkert annað en frábært að mínu mati fyrir nýjan flokk sem var stofnaður fyrir réttum 3 vikum síðan. Það er náttúrulega fullt í gangi svona lengt yfirborð þegar formenn koma náttúrulega þreyttir eftir kosningabaráttu. En þeir eru náttúrulega búnir að vera að tala saman og það er náttúrulega, þetta getur verið refskák. Þó við viljum ekki að pólitíkin sé refskák, þá er náttúrulega spurningi líka hver nær frumkvæðinu, hver nær að líma sig upp við hinn og svona, þannig að þetta er ekki einfaldur leikur og þetta fólk, leiðtogarnir ekki að fara heim að hvíla sig mikið. Nei, það verður að bíða. Þú vona ekki. Það var pólitískt vitt. Já. Takk ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir komuna. Tilverið verður ekki lengra að þessu sinni. Egill verður hérna með ykkur á vikuleiðinni. Takk.